sæl verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Já, góðan daginn. Það eru kallbræður sem að heilsa ykkur. Mánudagsmorgun. Mánudagsmorgni. Já. Það er ágætt, gaman að vera stundum fyrir myrkur. Skák að fyrir myrkur. Ámar ekki örgulega notað fæðingarlofi að vera að taka upp podcast? Jú, algjörlega. Og í dag er mættur til okkar maður sem að stýrir einu stærsta og farsælasta alþjóðlega fyrirtæki sem Ísland hefur alið af sér. Sveinn Sölvason er forstjóri Emblu Medical, móðurfélags Össurar, sem er í dag næst stærsta fyrirtæki heims í hönnun og framleiðslu stoðtækja með 4.500 starfsmenn í 40 löndum. Markaðsvirðið þarna einhvers staðar í kringum 2 milljarða bandaríkjadollara. Sveinn tók við keflinu af Jóni Sigurðssyni árið 2022 eftir að hafa verið fjármálastjóri félagsins frá 2013 og síðan leitt félagið í gegnum endurmörkun, kaupa nýjum fyrirtækjum og margt fleira. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir kærlega. Hvernig liggur á þessu? Bara hress. Já, það ekki. Vera í fríi hérna í nokkra vikur eftir að við skiluðum okkur uppgjör í lok júlí. Einmitt. Þannig að ég er bara kátur. Er best að vera á Íslandi á sumrin? Það finnst mér. Já. Mér finnst best að vera á Íslandi á sumrin. Ég ferðast mikið í tengslu við mína vinnu. Er erlendis 100 pluss daga á ári. Þannig að ég fæ alveg minn skerfa af flugvélum og flugvöllum. Já. Þannig að mér finnst voru gott að vera heima. Já. Köpen er nokkur upp á sportleifur eða sant, sko. Jú, hún er alveg svakalega. Sérstaklega sumrin, eða hvað? Hún kannski bara alltaf góð. Já, Köpen er svona eiginlega mitt annað heimili. Já. Ég hef átt heima í Kaupmannahöfn samtals í 8 ár og var þar í skóla og fer mikið til Kaupmannahafnar í tengslu við mína vinnu. Og já, Köpen er frábær. Þannig eru góð menning í Danmörku, þeir kunna svona meta lífsins góðu hluti. Já. Og eru svona, já, ég kann mjög vel við mig í Danmörku. Já. Já, við erum sammálað þar. Sorry, ertu að hjóla, ertu að keyra það núti? Sko, allt þegar ég bjóðna sín tíma, þá var ég alltaf á hjólinu. Já. Og átti aldrei bíl og það er svona, í Danmörku hjólar fólk bara. Og það er svona stór hluta menningunni sérstaklega í Kaupmannahöfn. Ótrúlega þægilegt. Til að góða leið til þess að fara heim úr vinnu og heim úr skóla. Já, brilliant. Já, mjög gott. Taka bollu með ost og hjólanir á höfn í sólskilinu. Ég held við vindum okkur bara beint áðurinn fyrir mig kjöti. Hver er þín íþrótt? Já. Þú að golfa eitthvað í sumar? Sko, ég á mér feril í badminton. Já. Var þar, það var svona mín ástriða lengi vel, gerði til að komast á Ólympíuleikana árið 2000 og ferðaðist allan heim að spila badminton og það var ástæðan fyrir því flutti svo til Danmörkur til þess að vera þar og spila þar. Í dag ekki badminton en stunda alls konar hreyfingu, mikla útivist, hjólreiðar, fjallahjólreiðar, en ég finn mér alltaf eitthvað. Já, fæla úrbærilegur. Já, ég veit, það tók strax eftir því. Þetta er líka, já. Förum bara beint í annan ársfjórðung 2026 uppgjörið og staða félagsins. Sko, ef þú segir okkur bara í grófum dráttum hvernig þetta uppgjör var og hvernig rekstur félagsins lítur út, efnahagsumhverfið og aðstæður félagsins bara, já, á svona. Mjög grófum dráttum. Stuttum máli. Annar ársfjórðungur var heilt yfir bara mjög góður. Í rekstri félagsins. Við vorum að vaksa 6% innri vöxtur, 11% heildarvöxtur ef við tökum inn áhrif af breytingum á svona helstu gjaldmiðlum og áhrif af fyrirtækjum sem við fórum í síðasta ári. Arðsemin áfram góð. Við erum með 3 stór tekjusvið. Fyrst er það svona þessi sögulega starfsemi okkar undir formerkjum Össurar. Það er að segja vörur og þjónusta fyrir fólk sem er með varanlega áskorun hver heimaleika varðar. Það er helmingurinn af okkar tekjum. Það við með 10+% vöxt. Minni vöxtur í þjónustunni sem er 1/3 af tekjugrunni félagsins. Þar hefur verið að fara í gegnum stórt breytingarferli sem hefur haft áhrif á topplínuna. Og svo 3. tekjustöðan eru þessar spelkur og stuðningsvörur sem er það eina sem við gerum sem eru vörur sem fólk notar í stuttan tíma. Það er að segja að jafna sig á einhverjum meiðslum með einhverjum áföllum og nota svo ekki vöruna aftur. Þannig að svona styrkleikurinn er svolítið í þessum vörum sem að fólk er að nota í rauninni allt sitt líf. Þannig að heildareksturinn
hefur bara verið góður en við kannski komum aðeins inn á þetta alþjóðlega umhverfi á eftir, það miklar breytingar og það hefur breyst ótrúlega mikið á síðustu árum. Sko, ég vil hvetja hlustendur sem að hlusta og vilja kynna sér Emblu Medical og Össur betur, með glæsilega heimasíðu og investor relations, þar fjárfestakynningar og allar mögulegar upplýsingar, ég vil kynna ykkur félagi nánar ásamt því að hlusta á þátt að sjálfsögðu. Ég hjó eftir í uppgjörinu eitthvað sem eins og Sveinn kom inn á í byrjun var bara fyrir nokkrum dögum síðan. Sko, mér langar aðeins að taka bara strax tollarnir í Bandaríkjunum. Þetta hefur líklega verið alveg rússíbani frá því að þetta Trump tilkynnti þetta fyrir, ég veit ekki hvað langt síðan. Já, þetta hefur verið alveg ótrúlegur rússíbani. Þetta náttúrulega byrjaði sko, kannski að ég fæ taka eitt skrif tilbaka. Sko, við framleiðum okkar vörur mestmegnis í Mexíkó, hér á Íslandi og svo útvistum við framleiðslu til byrgja í Suðaustur-Asíu, Kína og Tævan. Og eins og þessi tollar settir upp að þá settir innflutningstollar á vörur inn til Bandaríkjanna. Þá í fyrstu atvinnu var þetta langmest það sem að sneri að Kína. Og tollanir á innflutning frá Kína fóru úr 10, 15, 30, 45, 90, alveg upp í 145 og svo aftur niður í 10, 15. Þannig að þetta var sko ótrúlegu rússíbani í rauninni. Og ég man svona eftir áfallinu einhvern veginn fyrst, hvað gerum við nú? Og því að, sko, ef þú ætlar að bregðast eitthvað við þessu, þá þetta alltaf breytingar sem eru í eðli sínu áhættusamar, að flytja framleiðslu eitthvað á milli landa, mikla fjárfestingar. Og flest fyrirtæki, og það gerðum við líka, við ákváðum að bíða, því þú þarft einhvern veginn að sjá nýtt jafnvægi til þess að geta tekið þessar svona lengri tíma ákvarðanir. En já, mikill rússíbani og þetta verður haft talsverð áhrif á okkar rekstur og síðasta ári borguðu við kringum 1.000 milljónir íslenskra króna í tolla. En þetta tengist eingöngu þessum ódýru einföldu vörum sem við framleiðum í Kína. Og þetta tengist í þessari þriðju tekjustóð sem ég nefndi áðan sem þessar spelkur og stöðningsvörur. En allt sem við gerum fyrir fólk sem með langtíma áskoranir, það hefur alltaf verið undanskilið þessum tollum. Því það í gildi samkomulag sem kennt við Nairobi í Kenya, samkomulag sem stærstu þjóðir heims fóru inn í kringum 1970 sem að í rauninni undanskilur allar þær vörur sem að þessi notendahópur þarf á að halda, það að fólk sem með einhvers konar varanlega áskorun var að heyrn eða sjón eða hreyfanleika. Og það vissi enginn að þetta væri til, þetta samkomulag. En nú þetta samkomulag sem að mikið af stærstu, það að segja læknatækjafyrirtækjum í Evrópu reiða sig á, hvað var innflutning á vörum til Bandaríkjanna. Þetta þannig að við höfum starfað í skjóli þessa samkomulags í rauninni fyrir allt sem við framleiðum til dæmis hérna á Íslandi. Ólafur Ragnar talaði um þetta hjá okkur, allt kann sá sem bíða kann. Þarna kannski gott dæmi að það voru breytingar nánast vikulega, allavega mánaðarlega, kannski fínt eins og segir, bara aðeins að bíða áður en þið færu strax að flytja ykkur set. Já, það var allavega lendingin í þessu tilfelli en sko kannski bara aðeins aftur í þetta alþjóðlega rekstrarumhverfi, það hefur breyst alveg ótrúlega mikið á síðustu áratugum. Sko mín kynslóð stjórnenda og kynslóðan á undan og bæði þeir sem eru í stjórnmálum hafa einhvern veginn alist upp við leikreglur sem að eru algjörlega breyttar. Við höfum alist upp við það að heimurinn sé einhvern veginn allir undir, að það sé þetta að setja niður framleiðslu hvað sem að það sé fyrst og fremst spurning kostnað. Við höfum getað treyst á það í mörgum tilfellum að vera bara með einn byrgja fyrir krítíska íhluti og við höfum treyst á það að svona leikreglunar gangi svolítið út á frjáls viðskipti. En þetta allt breytt. Nú erum við með stór lönd sem eru að nýta sinn styrk sér til hagsbóta og hafa kannski breytt sín tilbúin að gefa eitthvað eftir fyrir kannski meiri samþættingu og meiri stöðurleika í stóra kerfinu en meta það sem svo að það sé þeim til hagsbóta að nýta sinn styrk. Og umhverfið einhvern veginn orðið, sko, það eru hraðari breytingar, fleiri áföll, minni fyrirsjáanleiki og til dæmis, ég eyði mjög mikið meira mínum tíma í einhvern veginn að reyna að skilja þessa stóru mynd með við hvernig hlutinu voru sko fyrir 5-10 árum síðan, þá fór lítil orka í þessa hluti. Þannig að
þetta gríðarlega stór þáttur í rekstri alþjóðlega fyrirtæki sem mjög breyttur og þetta hefur auðvitað líka áhrif á hvernig lönd ætla að staðsetja sig í nýjum heimi. Við vitum svo ekki hver nákvæmlega nýja heimsmyndin verður. Nei. Það einhvern veginn ennþá óljóst, en hún breytt og ég meta allavega þannig að við erum ekki að fara aftur í það sem var. Hvaða fylkingar þetta? Auðvitað þetta Bandaríkin, hvaða fleiri lönd eru svona einhvern veginn að reyna að mynda sér einhverja sérstöðu sem þú ert að tala um? Sko, Bandaríkin eru náttúrulega kannski stóri þátturinn í þessu og Kína líka annar stóri leikandi, Indland. Sko, staða Kína hefur líka breyst mjög mikið. Já. Og ef við til og með skoðum sögu Össur keypti fyrirtæki í sko stór hluti af í rauninni sögu félagsins hefur verið náttúrulega vaxtarsaga og við hefum keypt næstu 80 fyrirtæki á síðustu 25 árum út allan heim og keypt fyrirtæki í Bandaríkjunum og sú framleiðsla sem var í Bandaríkjunum í þessum fyrirtæki sem við höfum keypt hefur öll farið til Mexíkó og til Kína og það ekkert eitthvað sérstakt við okkur, það bara svona stóra myndin í þessu og sama gildir okkar samkeppnisaðila og Kína hefur verið svona land þar sem var verið að fyrst og fremst verið að útvista einhverju framleiðslu eða fyrirtækja að setja sína eigin framleiðslu upp í Kína en Kína núna ekki lengur bara land þar sem hagstætt að framleiða þegar Kína hefur markað sér stöðu í mörgum geirum og eru farnir að keppa, það komin kínversk fyrirtæki sem eru í nýsköpun og að búa til nýjar vörur og við sjáum það í okkar geira líka og það gríðarlegur hraði og ég held að kínversk fyrirtæki eftir að marka sér stöðu í stórum hefðbundum inngreinum miklu hraðar heldur en kannski marga grunnar. Já. Og við sjáum það til dæmis í rafbílaðinanum, það held sér eitt mjög gott dæmi en við sjáum það líka í okkar geira því það sko þeirra vilji, þeir eru með stóran heimamarkað 1,5 milljarður þannig að þeir ætla sér að nýta sér þennan heimamarkað til þess að búa til sterk kínversk fyrirtæki og þeir setja miklar hömlur á eins og við erum búin að vera með starfsemi í Kína 20 ár en nú eru þeir að búa til endurgreiðslukerfi fyrir það fólk sem þarf á þeim vörum sem við framleiðum að halda en til þess að geta tekið þátt í þessu almenna endurgreiðslukerfi þá þarf það að framleiða í Kína og þarf það að fara í gegnum ákveði ferli til þess að fá framleiðsluvottun í Kína. Þeir sætta sig ekki við það að þú framleiðir þessa vöru bara einhvers staðar annars staðar. Þannig að þeir vilja búa til nýta sína stærð og sinn stóra heimamarkað í að búa til sterk kínversk fyrirtæki. Já. Eru þeir ekki bara að vera klókir þarna að hugsa bara að vilja fá stærri bita af kökunni sjálfur? Jú, ég held það. Já. Áttur í uppgjörningar EMEA markaðurinn Europe, Middle East og Afrika undir væntingum, af hverju? Sko, Evrópa var reyndar alveg í ágætum gangi hérna á öðrum afsvöningi. Það var alveg Amerika sem var aðeins á eftir áætlun. Við verum að gengum mjög vel í þessum nýmörkuðum, þar sem við erum að selja vöru til landa þar sem ekki gott heilbrigðiskerfi. Evrópa hefur líka gengið heilt yfir vel og þar hefur náttúrulega líka aukin eftirspurn eftir okkar vörum í Úkraínu áhrif en Bandaríkin þar hefur verið aðeins hægari söluvöxtur, þar hefur verið sérstaklega farið gegnum mikla breytingar í þjónustuliðnum hjá okkur og sem hefur haft áhrif á tekjuvöxt og það eru líka breytingar svona í heilbrigðiskerfinu í Bandaríkjunum sem mjög flókið. Já. Og þetta stærsti markaður fyrir heilbrigðisvörur í heiminum og margir greiðendur, opinbert kerfi og mikið af einkatryggingum sem að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu, mjög flókið kerfi og sífellt í einhverju þróun, mjög dýrt kerfi og hefur svona kosti og galla en já, sko Ameríka aðeins á eftir en bara heilt yfir ég mjög sáttur við niðurstöðuna á svona öðrum helstu markaðsvæðum. Já, margar nýja vörur sem koma að markað hjá okkur. Hvaða vörur eru þetta? Það hefur alltaf verið lykilstef í okkar svona sýn á hvernig fyrirtæki á að vaksa, að fjárfesta í nýsköpun. Við erum að fjárfesta
5 milljörðum íslenskra króna í nýsköpun á hverju ári, erum með hátt í 200 manns í þróun. Við eigum eitt stærsta einkaleyfasafn í heimi sem snýr að því hvernig vörur eru settar utan á líkamann til þess að hjálpa fólki að hreyfa sig betur sem við mista einhvers konar getur til þess að hreyfa sig. Og við höfum náð ótrúlega miklum árangri í þessu en eigum líka mjög mikið eftir. Það sem að þær vörur sem að hjálpa að hafa áhrif á vöxtin okkar í dag eru þessi nýju hnjáliðir sem eru með einhvers konar hugbúnað sem að hjálpa notendunum að hreyfa sig betur. Þetta eru dýrar vörur en þær eru samt mjög skilvirkar fyrir kerfið sem borgar. Af því að ef fólk hreyfanlegra og betur stakk búið til að taka þátt í lífinu þá kostnaður við þessi einstaklinga lægri. Þetta frábært fyrir sjálfan notendan og þetta auðvitað gott fyrir okkur ef okkur tekst að velja réttu verkefnin til þess að hjálpa meira fólki og við eigum ótrúlega mikið eftir í þessu. Það eru mannslíkaminn fullkomið fyrirbæri, við höfum ótrúlega mikið eftir í að hanna betri stýringar, hjálpa notendunum að geta hreyft sig á þess að þurfa að hugsa hreyfingarnar. Þannig að við, mjög mikil tækifæri áfram í þessu. Spyr sá sem ekki veit, hvað aðilar þurfa þessa fyrir hnjáliðina? Fyrirgefðu, þetta ekki hnjáliði sem fara inn í líkamann, þetta rauninni bara fyrir einstaklingin sem hafa lendið því að missa útlim. Það mjög mikilvægt kannski að komi því að, því við gerum ekkert sem fer inn í líkamann. Þetta allt vörur sem einhvern veginn fara utan á líkamann og stærsti notendahópurinn sem við erum að leggja áherslu á fólk sem hefur mist fætur, hendur, fingur. Stærsta ástæðan fyrir því að fólk missir fætur lífstiltengdir sjúkdómar. Það þessi sem hafa áhrif á ævakerfið og blóðflæði nærhluta líkamans. Það stærsta ástæðan fyrir því að fólk missir fót fyrir ofan eða neðan hné. En svo það líka alls konar meðfædd vandamál, slys, sjúkdómar sem að gera það verkum að fólk þarf á svona vörum og þjónustu að halda og svo náttúrulega það þannig að ef að fólk missir fótina þá þarf það einhvers konar vörur að þjónustu allt sitt líf og það einfaldast að hugsa í rauninni okkar rekstun okkar hlutverk að vinna með þessum einstaklingum allt þeirra líf. Þannig að það einhver hópur hann úti sem þarf á þessum vörum og þjónustu að halda og okkar verkefni að stækka þennan hóp, berjast fyrir meiri endurgreiðslu og vinna réttu lausnunum þannig að þetta fólk geti átt betra líf. Já, þetta samt áhugavert hann að segja með einhver aðli missir eitt fót og hann fær fót hjá ykkur lim hjá ykkur. Ég held að væri bara þannig að svo væri bara one stop shop og svo væri bara þessi fótur alla á sér stíð og myndi ekkert fyrir einhver frekara þjónustu. Þetta alveg bara eðlilegt að fólk hugsa þetta svona í fyrsta atrinu en þetta bara eins og skotniðinir. Allt sem þú notar bara þarf að endurnýja og svo náttúrulega sífellt framþróun í þessu líka. Það vilja allir alltaf nýja símann. Með nýju, eins og núna til dæmis eina okkar vörum sem hefur gengið vel nýr hnjáliður sem með vatnsheldur til dæmis. Þannig að þetta kannski virkar ekki sem stórt atrið en þetta samt mjög mikilvægt fyrir fólk sem vill bara geta gert það sem vill gera, fara í sund með börnunum sínum eða út á strönd og allir þessi einföldu litlu hlutir. Frábært. Já, þetta nefnilega frábært, þetta ekkert annað en frábært. Mér alltaf hugsað til Hilmars Snæs Örvarssonar sem þetta flottu kyndilberi Emblu Medical, strákur sem misti annan fótinn snemma og okkar bara afreksmaður bæði í golfi og skíðum, magnaður maður og fáránlega góður í pater, bara íþróttamaður að guðsná og maður fylgist með honum hann í íþróttum með stóðtæki frá ykkur og mér langaði að spyrja þig bara hjálpar ykkur í rekstrinum þegar, og afsakið slettur vægið svona stórt og mikið og augljóst. Af hverju þið það að þessu? Þetta frábær spurning og frábær punktur. Þetta, ég sundur sagt að þetta sé eina okkar mikilvægastu eignum. Það að segja þessi sterki tilgangur. Það auðvelt að skilja hvernig við búum til verðmæti, það auðvelt að skilja hvernig varan hjálpar fólkinu sem við viljum geta hjálpað að eiga gott líf og allir starfsmenn fyrirtækisins geta sameinast þetta og það verður til mikil orka í fyrirtækinu í kringum þetta og
ég segi stundum ég fæ stundum tækifæri til að tala við fólk sem að velta fyrir sig hvað vil gera í lífinu, fólk og svona, já, að finna eitthvað starf sem það sem tilgangurinn sterkur og það sem auðvelt að tengjast tilgangnum. Þetta svolítið flókið að útskýra þetta hljómar augljóst en ég finna oft sjálfur bara hvernig þessi tilfinning hríslast mig, sko, að vinna fyrir fyrirtæki sem að gera eitthvað sem maður finnst raunverulega skipta ótrúlega miklu máli og þetta, og ég finn líka hvernig, sko, fyrirtæki fær svona meðvind út af þessu í öllu kerfinu í kringum svona fyrirtæki. Þannig að þetta bara, já, mjög stór þáttur í okkar starfsemi og skiptir ótrúlega miklu máli hvernig við byggjum menninguna í fyrirtækinu og hvernig við eigum samskipti og hefur áhrif á í rauninni allt okkar starf. Já. Þú hefur verið viðriðin við starfsemi Össurar frá árinu 2005 og hefur leitt félagið sem forstjóri frá því þú tókst við 2022, varst fjármálastjóri þar á undan eins og við komum inn á. Á þessum tíma hefur félagið tekið miklum stakkarskiptum úr Össur í Emblu Medical. Sko, ef við byrjum bara á því þegar þú kemst fyrst í snertingu við Össur árið 2005, hvað heillaði þig? Já, það var kannski þetta sem ég var að fara yfir áðan, svona tilgangurinn. Á þeim tíma var ég að vinna hjá Kaupþingi og þá var Össur að taka sín fyrstu skref inn á þennan markað fyrir spelkur og stuðningsvörur. Mitt fyrsta verkefni var að vinna skráningalýsingu þegar þegar félagið var að fara í stóra hlutafjáraukningu til þess að fjármagna þau kaupa á fyrirtæki sem hét Royce Medical í Bandaríkjunum og þar kynntist ég stjórnendum fyrirtækisins, kynntist þá fyrst Jóni Sigurðsson og Hjörleifur Pálsson sem var þá fjármálastjóri sín tíma og fleira af góðu fólki og vann svo fleiri verkefni fyrir fyrirtæki. Ég hugsa 70-80% af tímanum sem ég var hjá Kaupþingi fór ég að vinna alls konar verkefni fyrir Össur. Já. Og svo varð bankahrun og ég var þá að vinna hjá Kaupþingi í London og þar bara var svona, já, bara þessi starfsemi sem ég var í þá lokað og ég þurfti að fara að leita mér annarri vinnu og fljótlega tók reynda stuðstopp hjá Marel sem annað frábært fyrirtæki en byrjaði svo hjá Össur í 2009 og hef verið þar alla götu síðan í mismunandi hlutverkum og svona fylgst með fyrirtækinu og tekið þátt í þessum vexti og fyrirtæki alltaf að breytast og þróast, þannig að það alltaf nýjar áskoranir sem að gerir starfið skemmtilegt. Já. Hver stærsta áskorun sem þú tekist á við? Í vinnunni? Já, hjá Emblu. Sko, erfiðustu ákvarðanir eru oft ákvarðanir sem að hafa áhrif á störf fólks þegar við erum að endurskipuleggja hluti og svo framvegis. Það svo eru eins og núna í þessu umhverfi sem við erum í núna, þar hafa komið upp alls konar hlutir sem maður hefur ekki þurft að eiga við áður, til dæmis ákvörðun að hætta að selja vöru til Rússlands þegar Rússar réðust inn til Úkraínu. Þetta ákvörðunir sem maður veit ekki endilega hvað best. Maður er að hlusta fólki í kringum sig og svo endanum taka af skarið. Þannig að það nú þannig í þessu starfi að það, sko, já, svona oft einhvers konar ímynda forstjórinn sem öll vörin, en það nú bara ekki þannig. Það, sko, mér finnst að, sko, fólk í því hlutverki sem ég gegni hjá fyrirtækinu, það þurfum við að þetta vera með, sko, sterka og skýra framtíðarsýn og búa til orku í kringum það og orku í fyrirtækinu til þess að við séum öll að hlaupa í sömu átt, en svo líka mjög mikilvægt að vera með gott fólk í kringum sig og hleypa öðrum inn í sínar ákvarðanir og stundum þarf maður bara, þó maður veit ekki hvað ég gera, bara betra að taka ákvörðun fyrir en síðar. En sérstaklega finnst mér í þessu umhverfi sem við verið í síðustu ár að það eru oftar að koma upp atburðir sem maður bara ekki viss hvað best að gera. Ég meina að þetta verður skrítin siðferðisleg spurning út frá geirunum sem þeir eru í, til dæmis að selja til Rússlands, fólk sem að bara eins og Nairobi sáttmálin, var ekki Nairobi? Jú. Já, að
að því að þeir standa í hernaðarrekstri hvort að fólk sem að vantar útlimi eigi að fá hulsur eða hvaðina. Já, akkurat þetta er alls ekkert augljóst. Þetta er ekkert augljóst? Nei, enga veginn. En sko, ef við förum aðeins í nafnabreitinguna, hvað kemur til að markið skiptum nafn? Já, fínt að fá að koma aðeins inn á þetta, sko. Þessi ákvörðun tengist í rauninni bara vexti og þróun fyrirtækisins. Fyrirtæki hefur verið að þróast frá því að vera, fókusera vörufyrirtæki með í byrjun bara eina vöru, yfir því að vaksa inn í stærri hluta af því kerfi, þar að segja bæði þróun, framleiðslu og sölu og markaðssetning á vörum og líka þjónustu við einstaklingarna sem þurfa þessa vörur. Þannig að við erum í rauninni að starfa í allri virðiskeðjunni. Og þá var það niðurstaðan að það væri rétt að búa til þetta nýja móðurfélag, Embla Medical, sem er í rauninni svona skel yfir alla starfsemina og hjálpar okkur að eiga skilvirk samskipti út á við og inn á við hvernig fyrirtæki er að breytast. Þið þekki kannski, það eru önnur dæmi úti í hinnum stóra heimi eins og Facebook og Meta, byrjaði sem Facebook og svo eftir því sem að fór í önnur og kannski tengda en ótengda starfsemi, þá var búið til móðurfélagið Meta, sama með Google og Alphabet. Þetta eru auðvitað risar, en að mörguleyti er tilgangurinn sá sami hér, að búa til meiri skýrleika, hvernig og aðskilnað milli þessara mismunandi vörumerkja sem við eigum til þess að geta átt skýr samskipti við okkar notendur og okkar viðskiptavinni og líka bara við okkar starfsfólk hvernig fyrirtæki er að þróast og breytast. Því að Össur er ekki farið, Össur er ennþá okkar stærsta og verðmætasta vörumerki og við störfum undir formerkjum Össurar í 40 löndum. Og það er rauninni okkar vörumerki gagnvart okkar viðskiptavinum sem eru þjónustuaðilar við einstaklinga. Við erum með mörg þúsund viðskiptavini, það er að segja stóðtækjaverkstæði sem að kaupa vörur af Össuri og þannig að það er ennþá mjög stór hluti af okkar starfsemi. Þannig að þetta er svona, þetta er vaxtarbreyting tengt í að fyrirtæki er að vaxa og til þess að geta átt svona skýr samskipti út af við. Og sko, það er ótrúlega lærdómsýtt að fara í gegnum svona ferli að búa til nýtt nafn á fyrirtæki. Það fyrsta sem þú lærir er að það er búið að taka öll orð sem að er hægt að bera fram með góðu móti og þýði ekki eitthvað hræðilegt á okkur öðru tungumáli. Og þannig að þú þarf svolítið að, það er svona það fyrsta sem þú lærir. Ég man ekki hvað eru margar, tugir milljóna nýrra vörumerkja skráðar hverju einasta ári. Þannig að þetta er rosa mikið lögfræðivinna, hvað eru minnstar líkur einfallega á að við lendum í einhverjum vandræðum. Þannig að við skoðum alls konar nöfn en fórum svo bara tilbaka í svona norrænu goðafræðina og Embla var þar fyrsta konan á jörðinni og svona táknum nýtt líf sem er ágættir svona tenging við það sem við gerum. Fólk lendir oft í miklum áföllum og þarf að byrja upp á nýtt og það er svona, í rauninni grunnstefið í okkar starfsemi. Þannig að þetta er mjög lærdómsríkt ferli og þetta hefur virkað alveg ótrúlega vel, en það er náttúrulega smá stundum ruglingur, er Össur farið, það er náttúrulega ekki þannig. Þetta er í rauninni, Embla Medical er ekki vörumerki sem birtist neinum notendum og neinum viðskiptavinum. Þetta er fyrst og fremst skráðafélagið og þetta er svona nafn sem að sameinar allt okkar starfsfólk og alla okkar starfsemi. Margt smátt. Já. Fyrir Ísland.is. Geðveikur fatnaður. Já, landsliðstreyjur, æfingafull, landsliðsvörur, stemningsvörur og það er líka útsælað þar. Heldur betur. Fullt af flottum verðum á frábærum, fullt af flottum vörum á frábærum verðum, en þetta er líka frábærum vörur á flottum verðum. Líka bara fyrir utan að auðvitað styðja landsliðin okkar, bæði kvenna og kalla,
að þá er þetta náttúrulega bara glæsilegur varningur Já, mér sem að finnst margt smátt er með. svo gaman að þessu, þú ert með Áfram Ísland og þú ert með Sjá og bæði lið að framlega mikið af varningi Einmitt. og ég hugsa alltaf flýlega til Matt Smátt. Já. Þeir eru svolítið mennir að baka við tjöldin allstaðar. Já, margt smátt hljóta að vera að græða báða þessa fylkingar. Já, þeir gera ekkert upp á milli. Þeir eru til í að peppa alla málstæðir. Já, vinna fyrir alla. Já, kaldi. Ískaldur, bleikur lætt, léttur, feskur og já, frábær. Mikið frábær og ég skal alveg viðurkenna það að ég var svona, ég er ekkert mikið fyrir bleikalitin. Ég er ekkert mikið, þó einhver haldi að ég hef tekið bleika jakkanans Halldórs Benjamins, þá gerði ég það ekki. Ég er þetta grunað þau það líka, ég hefði einnig grunað þar. En ég segi það bara með ykkur sko að smakka kaldalæt sem ég hef drukkið ógrinni af í bleikudósinni, hellar hann í glas, maður svífur með bleiku ský. Hvar er þessi bleiki jakki, Birgir? Segðu það bara. Já, hann er í skápnum, ég skal mæta í honum næsta þætti. Mango Man. Þú ert að fara að 5. maður? Já, ég get ekki beðið því ég efast nú að personal stylist. Já, að hann týni til bleikan jakka fyrir mig en ég myndi nú ekkert slá hendina á móti því. Mér skilst að þeir séu með loafers þarna. Þessi loafers sem þú ert í núna, eru þeir frá Mango Man? Já, þeir eru frá Mango Man. Þeir eru geðveikir. Já, takk fyrir kjalla. Já, hún ætlar að dressa mig frá Já, toppi til hún Olga. tán. Eftir að séð hvernig hún fór með þig, Hún er búin að yngja með þessu. þá get ég ekki beðið. Já. Þvílíkur snillingur og Mango Man flott föt. Já, í kringlunni. Kringlu kráin. Alla virka daga í hádeginu býður kringlu kráin upp á rétti dagsins. Þeir eru með fiskréttin sem þetta er gamalt batteri, en hann hefur aldrei klikkað. Ný. Hann hefur ekki klikkað einu sinni. Þeir hafa verið eitthvað minnaði því. Svo er þeir með kjötrétti og súpu og nýbaka brauð alltaf. Og svo uppáðling eftir og geðvitt kaffi í það mann það líka. Já, kringlu kráin. Líka andrúmslofti sem er þannig. Geðvikt. Það er einhvern veginn fine dining en samt afslappað og þjónustuðan góð, frábær staður. Sko, ef ég færi nú og ætlaði að búa til eitthvað fyrirtæki þá verður nú enginn að pæli í hvort ég geti bara kallað hvað sem er en þið eru þetta á fullt af mörkuðum í viðtækri starfsemi og það er í mörg horn að líta. Ég velti fyrir mér sko, mættu þið horfið í það ef það er eitthvað fyrirtæki í allt annari starfsemi, mættu þið kalla ykkur það eða Já, sko þetta er í rauninni, það eru önnur fyrirtæki út í heimi sem nota sko nafnið Embla, enginn með Embla Medical en sko löggjöfin ef ég manda rétt enn og þannig að sko þetta þarf að vera sko til þess að þú lendir í vandræði með þetta þarf þetta vera augljóst að þetta valdi ruglingi meðal neytenda og eins og í okkar tilfelli Embla Medical er ekki vörumerki sem snýr að neytendum né okkar viðstafinum, þannig að það augljóslega gefur okkur aðeins meira svigrúm í því samhengi. En svo vorum við líka að búa til nýtt vörumerki fyrir þjónustulutan okkar. Þar erum við búin að, síðust 10 árum búin að kaupa 40 fyrirtæki í 11 löndum sem er að veita okkar notendum þjónustu, öll mismunandi vörumerki og þar þurftum við að fara í vörumerki sem snýra að notendunum sjálfum og það vörumerki sem völdum á endanum var nafnið 4Motion sem er til svona skírskotun í hreyfingu. Þar þurftum við að kaupa það vörumerki í Bandaríkjunum af plötusnúði San Diego sem var þar með svona eitthvað DJ brand þannig að við keyptum það fyrir ásættanlega upphæð þannig að það slapp líka vel til með það vörumerki og það var líka svona mjög lærdómsríkt ferli að breyta því vörumerki. Það voru eins og búin að kaupa fyrirtæki allan heim með sterk vörumerki á sínum mörkuðum og líka rosalega sterka tengingu oft við það fólk sem það var að þjónusta. Það voru líka dæmi það að sko, einhverjir notendur voru til dæmis búin að fá sér húðflúr með nafninu á sko, fyrirtækinu sem við vorum svo að breyta af því að það skapar svo sterkt tenging. Því sko, fólk lendir eins og segja áföllum og það kemur og fær sko, góða þjónustu og einhver sem að hjálpa þeim bara að komast aftur í gang og það verða svo rosalega sterk tilfinningatengst þar á milli. Þannig að já, við erum búin að fara í gegnum mikinn skóla í þessum vörumerkjamálum og þetta hefur gengið alveg ótrúlega vel og hjálpar okkur mjög mikið í dag eins og segja eiga skilvirk samskipti við ólíka hópa og líka bara fyrir fyrirtæki að skilja sko hvað við búin til samlegð í öllu kerfinu og hvað við þurfum að halda aðskilnaði. Þannig að þetta hefur bara heilt yfir gengið vel. Já, frábært. Við komum aðeins inn á alþjóðamál og tóllastrið við langar aðeins halda áfram. Undirbúningi verið þáttinn þá hjómar eftir að þegar við erum að koma inn á að flest ríki séu að setja meiri peninga í varnarmál og þar leiðandi mögulega minni fjármuni í aðra málaflokka eins og heilbrigðiskerfið sem hefur óhjákvæmilega áhrif á fyrirtæki eins og ykkar. Er þetta að fara að sjást í tölum hjá okkur? Ég held að þetta sé ekki farið að sjást beint í tölum hjá okkur en
það samt sem áður staðreynd að sko mörg ríki Evrópu að færa sko fjárfestingu úr 1,5% af verkið þjóðarframleiðslu í þessi varnarmál í 5% mörg hver. Þannig að einhvern veginn þarf að fjármagna það. Og en aðeins að því sem ég kom inn á áðan, í rauninni sko ef fólk fær aðgengi að góðum lausnum að þá lækka kostnaðan fyrir heilbrigðiskerfið. Við erum með í rauninni frábæra lausn fyrir sko öll heilbrigðiskerfi að eiga við kostnaðarvandamál. Sama hvar það í heiminum, þar að segja þau lönd sem eru með eitthvað heilbrigðiskerfi. En þannig að við erum með lausnir sem passa vel inn í þetta umhverfi, en maður finnur það, ég finn það bara þegar þegar ég tala við kollega mína á Norðurlöndunum og í Evrópu hvað sko allt viðbúnaðarstigið varðandi þessi varnarmál gjörbreytt. Og til dæmis þegar ég var í Danmörku í námi í kringum síðustu aldamót, en hljómar nú eins og maður sé eitthvað æfa forn, en þetta að vera 25 ár síðan, þá voru sko margir af mínum dönsku vinum höfðu farið í gegnum þessa dönsku herskyldu. Það ekki beint herskylda að fara allir inn að draga númer og það gátt allir komist út úr þessu bara með því að fá eitthvað læknisvottorð. En margir fóru og lýstu þessu sem einhvers konar, sko þetta var svolítið verið að spila bara tölvuspil og eitthvað út í skógi að leika sem byssur eins og þeir lýstu þessu. En núna það þannig að mikið af svona þessu fólki unga fólki sem hefur getur valið hvaða störf sem hjá flottum ráðgjafafyrirtækjum, bönkum, fyrirtækjum, velur sér að fara í þetta, í herinn, einfaldlega í Danmörku. Og þetta rosalega fyrirferða mikið í umræðinni. Og ég upplifi það ekki eins hérna á Íslandi. Nei. Af hverju fólk að velja sér það? Það bara, ég held að sko að hluta til það bara fólk upplifir mikilvægið öðruvísi og einhvern veginn stolt af því að taka þetta val. Þetta var einhvern veginn ekkert sérstaklega spennandi val fyrir 20 pluss árum síðan. Það var engin einhvern veginn þörf. Þetta ekki eitthvað þjóðurniskennt bara? Getur verið. Já. Getur verið, en sko, já, það svona, manni finnst viðbúnaðarstigið vera mjög hátt og þetta mjög fyrirferða mikið í umræðinni, finnst mér í Skandinavíu og meginlandi Evrópu. Það var næsta spurning, Ísland þetta herlaust en hluta á NATO, hvað sérstöðu hefur Ísland í þessari umræðu með hinn Norðurlöndin sem að stórauka eigin varnargetu, eru við að sofa verðinum með það? Ég, sko, nú ætlum ég bara að slá varnagla, ég veit ekkert sko nákvæmlega hvað við erum að gera í þessum málum og ég hef ekkert annað en það sem maður les bara kannski í fréttum en við erum auðvitað lítið land, fámennt land og kannski ekki raunhæft að við séum með okkar eigin her en landafræðilega landsins hefur sýnt sig gennum tíðina mikilvæg og náttúrulega þessi norðurslóðamál eru alltaf að breytast, hér mikið að náttúruauðlindum á þessu svæði, nýja siglingarleiðir að opna svo framvegis, þannig að við höfum eitthvað til málana að leggja í þessum málaflokki og við þurfum held ég að svona vinna okkur svolítið í gegnum það. Hvert okkar hlutverk í stóra samhengi hlutina innan NATO og innan Evrópu og hvernig ætlum við að staðsetja okkur í nýjum heimi þar sem þessar fjölþáttaógnir eru stórt mál. Hvernig getum við byggt upp nægar varnir innan gæslappa, hvað sem það þýðir. En sko bara kannski það bara þessi upplifun einhvern veginn þannig að ég upplifi að þessi sko viðbúnaðarstigið og það súrefni sem þetta tekur í heildarkerfinu í þessum löndum sem að ég eyði mestum tíma mjög mikið. Við vorum aðeins að ræða fyrir þátt að náttúrulega þekki Danmörku mjög vel, það búa 5 milljónir manna og það nánast engar auðlindir fyrir utan svínið þeirra. Við auðvitað vitum það að Ísland mjög heppið við náttúruauðlindir en að það eru auðvitað takmarkaðar eins og alla auðlindir. Hvað þarf Ísland að gera til að byggja viðnámsþrótt gagnvart þessum ytri breytingum umfram fisk og orkuna? Já, þetta góð spurning. Nú sko það þannig að á Íslandi þá erum við heppin að eiga mikið af náttúruauðlindum. Við eigum fallegt land, fisk í sjónum, mikið af orku og okkur hefur
bara tekist held ég heilt yfir vel til með því að nýta þessar auðlindir og ef við horfum bara á útflutningsverðmæti í dag þá þetta 70% af okkar útflutningsverðmæti tengt þessum nýtingu á þessum auðlindum sem við búið til þess að 3 stóru tekjustofna, ferðaþjónustu, orkufrekur iðnaður og svo sjávarútvegurinn auðvitað. En það sem hefur líka breyst á síðustu áratugum að hugverkageirinn, það sem við erum að flytja út hugvit, hefur stækkað mikið, núna náðum þeim mælikvarða, náðum þeim áfanga á þessu ári held ég, örugglega ég farið rétt með að sko útflutningsverðmæti í þessum hluta kerfinsins var orðið stærra heldur en sjávarútvegurinn. Já, passar. Sem dálítið magnað og þetta að gerast af því að við höfum lagt meiri áherslu á að byggja upp kerfið í kringum þennan hluta hagkerfisins. Við höfum verið að sinna vel, það að segja þessu hvatakerfi í kringum nýsköpun, þó mér finnst það geta verið miklu betra. Og svona, byggt meira í kringum þetta kerfi sem að skila sér. Og þetta rosa mikilvægt samhengi líka þegar við erum að vega og meta kostið þess á að taka síðasta skrefið inn í Evrópusambandið. Sko, þessi mynd, hvernig við ætlum að búa til verðmæti. Ég hef mjög mikla trú á því og ég mjög bjartsýnn á þennan hugverkaiðnað hérna á Íslandi. Já. Ég held að sko að og mér finnst það bara að við séum með mjög margt. Það að segja sko hugafar og menningu sem snýr að nýsköpun. Við erum tilbúin að taka áhættu. Við erum lítið land sem þarf alltaf að hugsa út fyrir, þarf alltaf að hugsa allan heiminn, við erum lítinn heimmarkað. Við erum einhvern veginn í okkar, bara í okkar genum bara að geta til þess að takast á við áföll. Við hefum búið hérna á þessu landi það sem sko óblíð náttúruöfl og allt þetta einhvern veginn býr til svona grunnmenningu og hugafæri kringum nýsköpun. Og sko þetta ekki auðvelt að búa þetta til. Svona, og fólk talar í fyrirtækjast að erfitt að breyta menningu. Þannig að við erum með þetta sem frábæran grunn. Allt annað finnst mér vera ákvörðun. Einfaldlega ákvörðun að vilja vera hér með gott umhverfi sem að styður við nýsköpun. Og þar erum við á svolítið svona, erum við á svona svolítið, erum á stað í dag þar sem að sko, náttúrundan svo stórar og það svo mikil hætta á að það taki upp allt súrefnið þegar við erum að ræða hverju ætlum að breyta. Sko, við erum rosa mikið að þrasum nýtingu á náttúruauðlindum og auðvitað það mikilvægt en það áhætta að við setjum ekki nógu mikinn kraft í kerfið sem snýr að nýsköpun og þarna finnst mér sko, að við eigum að gera miklu betur við eigum að vera miklu skýrari að við ætlum að ná árangri í þessu og þetta eigi að vera okkar tekjustoð númer 1 og fara miklu markvissara í það að ryðja öllum hindrunum úr vegi því að náttúruauðlindirnar þær í eðli sínu takmarkaðar. Og hitt það ekki. Hvað segirðu? Hitt það ekki, sko. Hitt það ekki. Þetta ótakmarkuð auðlind, það að segja nýsköpunin. Og við erum að ykkur leiti útsett í dag fyrir sko utanaðkomandi áföll. Hvað var það sem getur haft áhrif á þessar 3 stóru tekjustóðir sem kemur lóna eða ekki. Allt þetta. Já. Og sko við vitum þetta en leiðin út úr þessu að vera viðkvæm fyrir þessum breytingum að fara markvisst í það að byggja upp þetta kerfi, hlúa þessari menningu og vera stanslaust að bæta þetta kerfi til þess að þetta verði orðið 70% eftir nokkur ár. Þá erum við, sko, og ég held að þetta séu störfin sem við viljum búa til hér til framtíðar. Já, á þessu nótum, Danir hafa þetta með markvissum hætti, stutt við vöxt tæknifyrirtæki á þeim, sé mörg glæsileg fyrirtæki í Danmörku eins og vorum aðeins að ræða fyrir þátt. Erfið spurning, en hvað nákvæmlega hafa Danir gert vel sem kannski Ísland hefur ekki gert jafnvel? Sko, Danir hafa þurft að hugsa öðruvísi. Eiga enga náttúruauðlindir að neinu ráði. Þeir hafa verið sterkir í landbúnaði og flytja út mikið af svínakjöti, beikoni. En þeir hafa einfaldlega þurft að hugsa frá grunni hvernig byggjum við upp umhverfi sem að hagstætt fyrir fyrirtæki sem að byggja allt sitt á útflutningi og hugviti og allt frá menntamálum í umhverfi sem snýra bara grunnrannsóknum
aðgengi erlenda sérfræðinga, allt fjármögnunarumhverfið, skattaumhverfið. Allt þetta hugsað til þess að hlúa að svona fyrirtækjum. Og Danir, þetta 5 milljónar, það búið hana 5+ milljónir. Og þeir eiga ótrúlega mikið af fyrirtækjum sem eru leiðandi í sínum geirum í heiminum. Já. Novo Nordisk fer það fremst í flokki, Magna fyrirtæki, Carlsberg, Lego, langur listi og í bara þeim geira sem ég starfi eins og heyrnartækja iðnaðurinn, 80% heyrnartækja iðnaðinum í heiminum dönsk fyrirtæki. Í alvörunni? Já. Og svona mætti lengi telja og þetta eru störf sem að búa til stuðla ótrúlega miklu framleiðni í kerfinu í Danmörku og fjármagna góð lífsgæði en þetta það þarf að hugsa til ótrúlega langs tíma eins og til dæmis breyting sem fór í skattakerfinu fyrir mörgum árum sem bjóti hvata til þess að færa eignarhlut á milli kynslóða á hans að þeir greiddur að þeir skattur og byggu til þetta sjóðakerfi. Okay. Og öll þessi fyrirtæki sem var að telja upp áðan í eigu svona sjóða sem eru í rauninni sjálfseignarstofnanir, ekki með eina hluthafa, eru bara með eitthvað einfalt markmið eins og Novo sjóðurinn sem stýrir Novo Nordisk. Hann í rauninni stærsta góðgerðarstofnun í heiminum í dag. Helmingi stærri en Bill og Melinda Gates sjóðurinn. Og þessi fyrirtæki, þessi sjóður hugsa til mjög langs tíma og hafa svona staðið vörðum að þessi fyrirtæki verði áfram í Danmörku. En á sama tíma passað að þau séu samkeppnishæf. Til dæmis það lítið af svona grunnframleiðslu hjá öllum þessum fyrirtækjum í Danmörku. Þau eru farin eitthvað annað. En langleyfin eru í Danmörku og sem gerir það verkum að langstærsti hlutin af öllum sköttum greiddur í Danmörku. Já. Þannig að ég mjög hrifinn af þessari, eins og þið heyrið, ég mjög hrifinn af þessari hugmyndafræði en það krefst þess að það sé hugsa til langs tíma og stanslaust að vera að ryðja hindrunum úr vegi til þess að hlúa að þessari starfsemi. Þetta númer 1, 2 og 3 og þarna finnst mér við geta gert betur. Já. Hugsa til langs tíma og þetta á að vera númer 1 hér á Íslandi. Og þá ég ekki að tala niður náttúruauðlindirnar, mér finnst þær eru mikilvægar og okkur hefur tekist vel upp með það og við erum halda áfram að nýta þær af skynsemi. En aftur í eðlisínu það takmarkaðar. Já. Þannig að Guðarbeir. Takk. Þannig að já. Mjög gott. Mér langar aðeins að halda áfram, þetta mjög áhugavert og það leynir sér ekki að setja sér hrifin af Danmörku. En það eru þeir að gera mjög gott mót. Já, þeir eru að gera ansi gott mót. Þeir eru auðvitað skráð á danska markanum, ekki þeim íslenska lengur. Var það valdrifið áfram að þessari sömu hugsun sem við erum að ræða, hvað sé best að staðsetja sig og annað? Já, kannski einhver leyti, en þetta svona áhugaverð saga, ég ætla nú ekki kannski eða miklum tími í það, en fyrirtækið skráð hérna á Íslandi 99 og þá var bara ein vara, sílikonhulsa Össurar Kristinssonar og en svo var fljótlega farið í mjög mikilvæg fyrirtækikaup og fljótlega eftir aldamótið mann 2001 þá fór fyrirtæki kaup á fyrirtæki sem heitir Flexfood sem var svona stóra skrefið inn í Bandaríkin og þá kom inn þekking á sölu og markaðsmálum sem að það oft verið svona pínu veikleiki hjá íslenskum fyrirtækjum að vanmeta hennar sölu og markaðsþátt og sölumál listgrein og það að samfara einhvern að láta peningarnir sína hendi fyrir einhverja vöru bara meiri hátta mál. Já. Og þessi þekking kom svolítið inn með þessum kaupum þarna á þessum tíma og þar studdi kaupþing mjög vel við baka á fyrirtækinu fór í stóra hlutafrákningu, sölutriði mjög stórt útboð sem var bara gríðarlega stórt með við stærð bankans á þeim tíma og þessi skráning hérna á Íslandi hjálpaði fyrirtækinu mjög mikið. Íslensku lífeyrissjóðinu komu sterkt inn studdu við baki á félaginu og bara var lykil þáttur í að fyrirtæki var það sem það í dag. En svo þegar hrunið var hérna 2008 að þá vorum við komin með nokkra erlenda hluthafa á þeim tíma sem voru þá læstir inn í gjaldeyrisöftum. Einmitt. Og hlutabréfamarkaðurinn eiginlega þurrkaðist hérna út. Ef ég man það rétt þá var bara Össur og Marel sem voru svona eftir í kaupellinni. Já. Og allt annað farið.
held í muni þetta nokkur neginn rétt. Þannig að á þeim tímapunkti vorum við með sem sagt nokkra erlenda hluthafa sem að gátu í rauninni ekki selt bréfið sín og tekið peningana tilbaka. Þannig að þá þurftum við að hugsa í lausnum og við fórum þá í þessa tvískráningu, skráðum félagið í Kaupmannahöfn og vorum áfram skráð hérna á Íslandi, en fórum svo setna í afskráningu hér á Íslandi og við höfum bara verið skráð í Danmörku. Danmörk sko bara mörgandi hendur í markaður sko fyrir fyrirtækið eins og það í dag, það bara var stærra. Þið muni hvernig umræðan var Marel, þegar Marel var eitthvað 30% af markaðsverðmæti Kauphallar í Íslandi, það ekki hendugt. Og í Danmörku mjög mikið af góðum fyrirtækjum sem að eiga sér sko góða sögu í þessum sama iðnaði og við erum í. Þannig að þegar, og ef reynir á það að fara í stóra hlutafraukningu, þá erum við þarna með mjög góðan hlutafabasa. Þannig að danski markaðurinn hefur bara hendað okkur vel, en sá íslenski gerir það líka. Þetta bara á mismunandi stigum í þroska félagsins. Herru, við erum að taka þetta upp innan mánudegi 10. ágúst, það eru 19 dagar í stóra daginn, 29. ágúst, þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það ekki hægt að vera með þátt núna í ágúst að tala aðeins þetta. Sveit kom nú aðeins inn á þetta. Á sama tíma og þjóðin ræði hvort hef ég aðalda vera við ESB, þú þetta með fyrirtæki það sem Bandaríkin eru langstæðasti markaðurinn og gjaldmiðl á þetta og tollar skipta þetta höfumáli. Sko, hugsanlega ESB aðald fyrir Ísland, fyrir fyrirtæki eins og ykkur, bara sem dæmi, þið eru þetta með höfuðstafar hérna, myndum breyta einhverju fyrir ykkur? Ég held að breyta ekkert rosa miklu fyrir fyrirtæki eins og það í dag. Við erum einfallega bara vaksin upp úr því að þessir ókostir sem fylgja því að vera með höfuðstöðar fyrirtækis í litlu landi, sko þeir eru hættir að kannski hafa sérstaklega mikil áhrif. En ef ég stíg kannski eitt skref tilbaka, ég fylgist auðvitað mjög vel með þessari umræðu Evrópusambandið og finnst þú mjög áhugaverð. Hvernig tekur þjóð svona ákvörðun? Og því það eru margar hliðar á þessu og viðhorf fólks mótast líklega mest af því hvaða sjónarhorna hefur á þetta mál. Og mitt sjónarhorn fyrst og fremst alþjóðleg viðskipti og að reka alþjóðlegt fyrirtæki hér á Íslandi. Og mér finnst þetta vera í rauninni sko langtíma ákvörðun hvers konar umgjörð við viljum hafa hér á Íslandi sem að verður þá að styðja við einhverja framtíða sínum verðmætasköpun og hvernig við ætlum að staðsetja okkur í breyttum heimi. Við verðum að hugsa þetta þannig að við sem að velja okkur umgjörð þar sem við getum nýtt okkar styrkleika en valið umgjörð sem að hjálpa okkur að vega upp á móti ákveðnum veikleikum sem fylgja því bara að vera fámenn þjóð. Og þetta stefnumótandi samhengi, þar að segja hvað verðmætasköpunina varðar, þá vísa ég bara í þetta sem ég var að tala áðan. Við höfum nýtt okkar náttúruauðlindi vel, þær eru mjög stór hluti á okkar útflutningstekjum og verðmætasköpun. Þær eru í eðli sínu takmarkaðar, geta verið sveiflukenndar. Og ef við metum það þannig að við þurfum að taka einhvern útgangspunkt í því hvernig við ætlum að fjármagna þá samfélagsgerð og það samfélag sem við viljum hafa hér á Íslandi. Og ein leið í því að leggja ofur áherslu á hennan nýsköpunarhluta og ef við ætlum að gera það, ef það okkar val að vilja styðja betur við þann hluta hagkerfisins og minnka vægi annarra þátta eins og náttúruauðlindana, að þá eru bara sterk rök fyrir því að fara inn í þessa Evrópusambandsumgjörð. Að sjálfsögðu að því gefnu fáum ásættanlegan samning. Ef ég svona horfi á bara þá reynslu sem við höfum af því að starfa innan þessa umhverfis hér á Íslandi, þá fylgja því bara kostur og gallar eins og allt annað. En sko stór þáttur hefur verið þessi gjaldmiðlamál. Fyrirtæki sko hefur alltaf tekið þar ákvarðanir sem það getur til þess að fjarlæga sig íslensku krónunni. Hvort það sé sko fjármögnun, erlend fjármögnun, skráning í erlenda kauphöll, uppgjör í erlendu mynt, alls konar varnir til þess að verjast flökti á litlum gjaldmiðli. Þetta ekkert nýtt. Þetta bara liggur í hlutarins eðli. En ég held að þetta sé mjög stór þáttur.
ef við ætlum að ná árangri í nýsköpun, meiri árangri, þá þurfum við erlenda fjárfestingu. Við höfum alveg fengið erlenda fjárfestingu og þetta ekki svona svart og hvít, en þetta bara stór hindrun. Og ég á þetta samtal við okkar erlendu hluthafa hverjum einasta ársfjórðungi, síðustu 15 ár. Þetta ekki stór hluti af samtalinu í dag, en ég man alveg þau ár sem þetta var mjög stór hluti af samtalinu. Og af hverju það? Sko, fyrir erlenda fjárfesta þá það alltaf mikið af möguleikum í boði. Við erum alltaf að keppa athygli. Og ef að þú ert með einhverja svona breytu sem ófyrirsjáanleg á sér sveiflukennda sögu, að þá það bara fyrirstaða. Einhverju sett sig við það, en margir ekki. Og ég held að við sjáum ekki stóran hluta af kostanum að vera með sjálfstæðan lítinn gjaldmiðil. Þannig að ég held að þetta sé stór þáttur. Já. En á aftur, ég held að þessi ákvörðun hvort Ísland eigi að fara inn í Evrópusambandið eða ekki, við verðum að byggja hann á þessa ákvörðun á einhverju framtíðarsýn. Framtíðarsýn hvernig við ætlum að búa til verðmæti og framtíðarsýn hvernig við ætlum að staðsetja Ísland í mjög svo breyttum heimi hvað varnarmálum varðar. Svefn og heilsa. Við svolítið erum með þetta flutt inn og rúmið á sínum stað og það mörg horn að líta þegar þetta flyttir nýja íbúð. Og eitt sem að ég vil kannski nefna sem að fólk fattar ekki að þeir eru með kvartsborð og húsgögn og það á bara, ég var aðeins að líti kringum mig að þegar mér vantar, þetta ekki stór íbúð og við þurfum að finna okkur húsgögn í ákveðnum stærðum en vildum samt hafa gæðin í lagi. Að því sögðu, þá skiptir verð líka máli. Fyrsta íbúðin og þar fram til göttunum, það var aðeins verið að við getum orðað þannig að bóginn hafi verið strektur. Og svo getur það eru ekki margir fermetrar til skiptana, það þarf að vanda valið vel. Það þarf að vanda valið vel og Svefn og heilsa býður upp á kvartsborð þannig að gerir smá verðsamanburð. Já, sem við mælum alltaf með. Þetta er bara galinn prís og þau eru líka, þú getur snúið, þannig að þau stækka og þau minnka. Sem mjög hentugt fyrir okkur, við erum að halda veislur en höfum kannski ekki plássið sem við viljum. Fyrir utan að þjónustan og ilmurinn hérna og ég þetta ævintýra land fyrir fólk sem að flytja. Fyrir fólk sem elskar að sofa á nóttinni. Já, fyrir utan það. Krónan. Spurning hvort þú hefur prófað skundalistan í Krónu-appinu? Herru, hann unreal. Ég prófaði þetta bara ég fór í Vallakór í gær, Búðakór Vallakór, hliðan á kórnum og ég prófaði skundalistan. Af því að eins gaman að mér finnst að taka marga hringi í Krónunni minni, þá líka helvíti næs að þá stilla þér bara upp þannig að þú þarft ekki að leita vörun. Þú sér bara nákvæmlega hver einasta vara ofta meðan þú sendur út í búð. Þetta algjört lifehack. Þetta eru snillingar. Íslandsöður. 25% afsláttur á kostnaði við kaup í Íslandsbanka appinu og að sjálfsögðu netbankunum líka. Ég var að byrja regla sparnaða fyrir yngstu dóttur mína sem var að fæðast. Já, allar sögur sem að byrja svona enda vel. Já, og ég ætlaði bara að segja, það var heldur næs. Ég byrjaði á 200 skalli, gamla góðu 200 skallin og ég hugsaði bara, ok, það lítur að köttast eitthvað upp að henni. Nei, nada. Það fór bara 200 skall beint inn í sjóði í Íslandsöðu. Já, og það gengur auðvitað vel, það ekki að spyrja því. En þú hefðir geta að byrja aðeins minna kannski. Þú hefði getað að byrja talsvert minna. Já. En kannski fær hún ekki næstu innlögg fyrir þetta. Lámas upp að henni 10.000 sko. Já, en kannski fær hún enga aðra innlögg. Jú, regluspartnaður, mánaðarlega. Klárt mál. Orka náttúrunnar. Ef þú átt leið hjá Suðurlandið fullt af stöðum sem að þú getur gluggað í. Já. Yfir 10 tengja Selfoss auðvitað og svo þessi 3 á Geysi. Já, svo í Fossinum eða ekki? Jú, það í Fossinum og hérna málið það að ef þú ert samt líka bara eins og ég tek þetta dæmi aftur sko af því að nú erum við að byrja að búa og vorum að kaupa íbúð, það bílastæði blessunarlega eitthvað annað en maður hafði þarna í miðborginni. Já, þá var maður heldur betur að leita en núna maður bara komið bílastæði í kjallara og það er svo fallegt að það bara við annarkvæmt stæði hleðslustöð fyrir óen. Club Orange. Já, sko bara bæði fallegt hversu margir eru komnir á rafdrifin bíl. Frábært. Og hins vegar hversu margir að velja vel og rétt í það hverjir eiga þjónust á. Já, orka náttúruna. Sjálfsögðu. Þetta frábært punktur, þetta hefur verið mikið rifist íslensku króna versus evru, talaði að hún sé vægir bæði áföll og svo þegar það gengur vel að þá hjálpar hún okkur líka en svo var Þórdís Kolbrún hjá okkur góðum tættum dagina sem hann talaði spurði nýsköpunarfyrirtæki hvað finnst íslenska krónu
mér heyri svona eins og þú segir að þetta sé risa faktor varandi bara hvernig þú hugsaður þessa ESB-aðild. Já, mér finnst þetta að vera stórt mál. Þetta er mjög stórt mál og aftur, sko, við þurfum að velja hvernig við tölum þetta. Þú veist, krónan, þetta hefur bara allt sína kost og galla. Sko, það að vera með sjálfstæða gjaldmiðil er bara val umgjörð. Og sú umgjörð er bara ekki eins góð fyrir nýsköpunarfyrirtækin. Því það setur ákveðnar hindranir hvað varðar erlenda fjárfestingu. Og það er bara staðreynd. Og sko, ég var nú að reyna, sko, hvernig get ég komið með svona einhver tölurök á bakvið þetta. Það er ekkit einfalt, en sko, það er hægt að skoða til með sögu Össura sem skráð fyrirtækis og það fór í Kauphöllina á Íslandi 1999 og það áratugina eftir var farið í gríðarlega mikið markastarf til erlendra fagfjárfesta og það komu ekkert sérstaklega margir hluthafar inn í hluthafahópinn. Sko, þegar fyrirtæki, sko, áðurinn fyrirtæki skráð 2009 í Danmörku, þá vorum við með kringum 50 erlenda hluthafa. Ég var svo að skoða þessi gögn núna, við lögðum þetta líka fram sem sko hluta af umræðinni á sínum tíma á samráðsvettvangnum, það sem var verið að sko í kjölfar McKinsey-skýrslunar, þannig ég fór að rifja það upp, en sem sagt á einhverjum 18 mánuðum eftir að við erum skráð í Kauphöllina í Danmörku, þá fór fjöldi hluthafa úr cirka 50 í 700 á 1,5 ári og mjög margir af þessum sko hlutum sem við vorum búin að vera í samtali við lengi komu inn þá. Því þá var bréfin skráð í danski krónu sem er í rauninni evra og þá voru búin að taka þennan þátt út úr myndinni. Þá var þetta orðið einfaldari ákvörðun. Þannig auðvitað eru aðri hluti sem spila inn í, en sko þetta held ég að sé sko eitt af þeim sko fáu svona faktúal dæmum sem við höfum í þessu samhengi. En aftur, ég vil bara segja að þetta hefur allt bara í svona kost og galla. Krónan er ekkert vonlaus, hún er bara eins og hún er. En hún er bara ekki góð fyrir fyrirtæki sem er í svona starfsemi. En, sorry, með eina, eins og ég heyri hvernig þú ert að tala, þú ert aðalega að tala bara gjaldmiðlaáttuna og það sé þarna fælingamáttur að vera með íslensku króna, gjaldmiðil sem að erlendi fjárfestar þekkja ekki. Við erum ekki byrjaðar að kannski komin á vaxtakjör og fjármögnun og kostnað fyrirtækja og annað líka. Það hlýtur að hafa áhrif líka, eða hvað? Já, það hefur auðvitað áhrif en sko það er mikið talað þetta í umræðin núna, sko betri vaxtakjör allt það fram til göttunum og að þetta sé einhvers konar töfralausn. Ég vil ekkert endilega líta á það þannig. Ég held að aftur myndi frekar vilja horfa á þetta bara til langs tíma. Þetta, sko það verður alltaf í okkar höndum, okkar Íslendinga, hvernig gengur hér á Íslandi, hvernig við veljum að forgansa og Evrópusambandi er engin töfralausn við neinu, en auðvitað sko þetta háa vaxtastig er í rauninni samt afleiðinga því að við erum að reyna að halda úti lítilli sjálfstæðri mynd. Sveit, þú spurðir aldrei skemmtilega spurningar fyrir þáttinn, spurðir sko hverju finnst ykkur veigumestu þættirnir með og á móti í Evrópusambandsaldinni og ég hef aldrei fengið þessa spurningu þó ég hef fengið margar spurningar tengdar Evrópusambandinu, hvar stendur þú og þar fram til göttunum, en það er gaman að setja menn á punktin sko og láta það færa rök fyrir báðum málstöðum, þannig að mér langar að spyrja því hverja metur sem, að þegar þú tala líka þessu kostur og galla, hver eru svona helstu gallarnir við Evrópusambandið? Sko, Evrópusambandið er alls ekkert fullkomið. Þetta sko ofta tíðum finnst manni löggjöfin vera þunglamaleg og Evrópusambandið hefur ekki að mínum mati haft sko samkeppnishæfni fyrirtækja nægilega mikið að leiðarljósi þegar verið að setja nýja reglur ný mál sem býr til ótrúlegan kostnað fyrir fyrirtæki en kannski ekki mikil sóknarfæri. Þetta finnst mér vera mjög stórt mál, það vantar sko samþetting innan Evrópu er ennþá mjög ábótavant. Þetta eru alls konar úrlausnarefni sem Evrópusambandið þarf að gera miklu betur í. Þannig að þetta er bara stórt mál og maður upplifir líka dálítið núna að það sé aðeins meiri svona skilningur innan Evrópusambandsins að það þurfi að breytast og þurfi að
taka á ákveðnum málum en hvort það sé svo pólitísku vilji fyrir því, það veit ég ekki. Þannig að þetta og í öllu þessu, það engin leið sem gallalaust, það hefur bara kosti, já, báðar leiðir hafa kosti og galla en ég held að eina leiðin til þess að við sköpum sátt hvora leiðina við förum, verðum við að byggja það á okkur framtíðasýn aftur. Og ég fer aftur í þessi mál hvað verðmæta sköpunina varðar. Því það er alltaf erfitt að gera breytingar. Þekkjum það á fyrirtækjarekstri. Fólk veit hvað hefur, veit ekki alveg hvað fær þegar það verið að gera breytingar. Þá svo mikilvægt að geta setta í eitthvað svona stefnumótandi samhengi. Þetta ástæðan fyrir við erum að breyta. Og já, mér finnst vera sterk rök fyrir að skoða Evrópusambandsaðild ef það vilji okkar að gera meira, ryðja fleiri hindrunum og vegi fyrir fyrirtæki sem byggja allt sitt á útflutninga höfuði. En það byggir auðvitað á því að við fáum góðan og hagstæðan samning við Evrópusambandið og getum ennþá unnið úr okkar náttúruöldum sjálf. Nei, mjög gott. Heldum aðeins áðan förum aftur aðeins í Emblemedical / Össur, sér eitthvað samkynnsfólkskot fyrir Ísland að vera núna eins og staðan utan ESB? Auðvitað með þínum glerum, Það hefur stundum verið talað það, þá höfum við meiri sveigjanleika til að gera samninga við önnur lönd. Þetta, ég satt að segja, veit ekki hversu raunhæft það ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Við erum lítið land og eitt annað dæmi sem langt kannski að tína til aftur úr þessari tollaumræðu sem að því að þar höfum við reynslu og innsýn. Eitt dæmi, lítið dæmi að Bandaríkin hafa núna í dálítinn tíma talað að þeir ætla að setja auka tolla undir svokölluðu þjóðaröryggisákvæði Section 232 og háa tolla á innflutninga á læknatækjum og lyfjum og svo framvegis. Þetta myndi ekki koma vel við okkur. Það að segja ef þetta Nairobi samkomulag sem við tölum áðan, ef þetta myndi það að segja ryðja því úr vegi. En Evrópusambandið til dæmis búið að semja þetta við Bandaríkjamenn. Samkomulag sem var undirritað núna í júlí held ég, örugglega sem tekur á þessum tollum og mögulegum framtíðatollum undir þessu þjóðaröryggisákvæði. Þarna ég einfaldlega, ég held að þarna þurfa að vera raunsæ hver geta okkar til þess að taka upp þetta samtal við þessa stóru aðila þar sem við erum alltaf aukastafur í heildarsamhenginu hvað stærð varðar. Þannig að og þetta eru kostir sem við verðum bara fara mjög vel yfir sem hluti af þessu ferli sem nú framundan að vanda okkur virkilega í að skilja þessa þætti og hvort okkur sé betur það að segja hvort við sem betur staðsest innan eða utan tollabandalagsins. Til að slúta þessu, talar þetta góðan samning, ef við fáum samningi hennar, hvað ætlar Sveinn Sölvason að skoða helst í þessum samningi? Ég held að stóru þættirnir snúa vantarlega að þessum náttúruöldum, það að segja sjávarútvegi, landbúnaði, það að segja hvernig staða okkar verður hvað þessa þætti varðar. Og þetta eru svona þessir þættir sem að kannski eru fyrirferðamestir í umræðinu núna. En mér finnst mikilvægt að þessi nýsköpunarvinkill sé þarna líka að hvaða áhrif þetta hefði á þann hluta hagkerfisins hér á Íslandi. Já. Mjög gott. Við ætlum að fara okkur aftur yfir í Emblemedical og Össur. Eins og kom inn á í upphafi þáttar þá félagið vaxið frá 40 starfsmönnum og 400 krónar veltu árið 1996 upp í 4500 starfsmenn og næstum billjón dala í sölu í dag. Þið eru með 90% af sölu ykkar endurgreidda af þriðaðil dag sjúkratryggingum eða hinnu opinbera. Við förum aðeins út í hvernig umhverfið það skapar upp á stöðuleika en að sama skapi hvaða viðkvæmt fyrir pólitískum ákvörðun heilbrigðisútgjöldin. Hvað þýðir þetta að 90% af sölunni sé endurgreidd af þriðaðila fyrir ykkur?
Þetta gríðarlega stór þáttur í okkar starfsemi. Við erum með, eins og kom fram áðan, við erum með starfsemi í 40 löndum. Í rauninni öllum löndum í heiminum þar sem einhvers konar heilbrigðiskerfi. Þar erum við með einhvers konar starfsemi. Og þetta svona býr til ákveðin fyrirsjáanleika. Það að segja, þörfin skýr og fjármögnunin liggur nokkuð ljóst fyrir, en í öllum þessum löndum gerða mismunandi kröfur hvað það að segja hvað kröfur notandi þarf að uppfylla til þess að geta fengið aðgengi að ákveðnum vörum. Þannig að þetta mjög stór þáttur í okkar starfsemi að finna leiðir til þess að sannfæra mismunandi kerfi akkur þeir eiga að borga fyrir dýra lausnir. Og þetta það sem líka að einhver leyti svolítið flókið í okkar rekstri að við erum ekki stórt fyrirtæki í alþjóðlegu samhengi, hvernig fáum við aðgengi af þessum kerfum til þess að geta lagt fram þau gögn sem sýna ef kerfið borgar fyrir dýra lausnir þá það skilvirkt fyrir bæði kerfið og notendan. Þetta bara samtal sem við erum að vinna í land fyrir land að reyna að fá aðgengi og okkur hefur tekist vel til. Við höfum opnað á endurgreiðslu og hátæknivörum inn í Bandaríkjunum, í bandaríska kerfinu, gengi vel með það og líka á mörgum af þessum stærstu mörkuðum í Evrópu. En þetta gerir það líka að starfsemin, þetta líka ákveðið flækjusti sem þessu fylgir því að öll kerfin eru ólík, sem gerir það verkum að við þurfum að stilla aðeins öðruvísu upp eftir því í hvaða landi við erum að keppa. Þannig að þetta mjög stór þáttur og svo sjáum við líka eftir því sem velmegun eykst í þessum löndum sem eru kannski komin styttra efnahagslega heldur en mörg af þessum löndum sem við störum á hér í Evrópu og Bandaríkjunum, að þá krafan meiri aðgengi að heilbrigðiskerfum alltaf að aukast. Við sjáum það meiri endurgreiðsla í löndum eins og Kína, Indlandi, sem að við höfum verið að fjárfesta mikið, Brasilíu, annað gott dæmi. Þar að mótast einhvers konar endurgreiðslukerfi og við erum þátttakendur í því og þarna í rauninni gríðarleg vaxtatækifæri fyrir okkur. Ef við horfum lengra fram í tíma, 10% af tekjum okkar í dag koma frá mörkuðum þar sem að notandinn er rauninni að borga sjálfur, þar sem rauninni ekkert alvöru heilbrigðiskerfi. En í þessum löndum í rauninni samt 90% af mögulegum notendum af okkar vörum og þjónustu. Þannig að það eru gríðarleg tækifæri til lengri tíma og við erum mjög einbeitt í þessu að leggja okkur fram við að þróa kerfin í þessum löndum og að auka aðgengi í þessum löndum að betri lausnum. Mjög gott. Ég velti fyrir mér, þú verður bara að afsaka, þetta svona í aðdraganda 29. það kemst ekkert annað fyrir, en ég hugsa bara, einmitt, að þið standi frammi fyrir því vandamáli að þurfa að sannfæra oft, þetta væntanlega einhver bjúrókrasía sem þið þurfa að díla við, bara stór lönd og stór hagkerfi og mikil stjórnsýsla. En það eitthvað sem að þið gerið, og þið eru lítið fyrirtæki í stóra samhenginu. Ísland fyrir ekki að ég sé að fara aftur í þetta en að semja við gera okkur eigin samninga, eitthvað sem við höfum kannski lagt lítið kapp á og verið lítið þörf á að hinga til í ljósi aðstæðna sem að breytast eins og þú talaðir í upphafi þáttar. Jú, við erum alltaf viðauki, við erum alltaf litlir en ef við værum bara að leggja kapp á það að ná góðum samningum, heldur að vera físilegt, þetta kemur líka því það ýmislegt sem við getum gert, við getum lækka vexti, ef við ætlum að ná masterstjálfum, en við höfum ekki gert það. Er óðsmannsæði að bakka okkur þarna í því að taka skari ákvörðun sem við höfum ekki kannski tekið hingað til að mynda með alþjóðasamninga og síðan hins vegar með vextina? Ég ekki að segja að við getum ekki gert samninga við önnur lönd sem að henda okkur. Ég bara að segja að við þurfum að vera raunsæ, einfallega ef við horfum bara á stærð og mikilvægi annarra landa, hvað var aðgengi að því sem við höfum upp á að bjóði, þar þurfum við bara að vera raunsæ. Það snýst ekki að við getum ekki gert hluti. Ekki þessari umræði snýst að við Íslendingar getum ekki gert eitthvað. Við getum gert hvað sem við viljum. Þetta snýst val á umgjörð og þetta snýst á raunsæju mati á
því sem við getum náð fram sem einfallega sko fámenn þjóð. Við erum sko jafn mörg og ég held að búi 400-500 í Árósum í Danmörku sem lítill bara Jótlandi. Það eini sem ég að segja. Við þurfum bara að vera raunsæ. Ég ekki að, sko, getum við gert samninga við önnur lönd, hagstæða samninga, já, örugglega. En í þessu nýja umhverfi sem við erum komin inn í, þar sem að leikreglunar voru frjálsviðskipti, sem eru einfallega súrefni lítilla landa eins og Ísland, Danmörk, Norðurlöndin. Þetta eru líklega þau lönd sem hafa grætt mest á þessari heimsmynd sem við erum að koma út úr. Lítil opin hagkerfi sem byggja allt sitt á útflutningi. Nú erum við að fara inn í heim, þar sem að leikreglunar eru breyttar, þar sem þessi stóru vilja taka meira til sín. Þarna hefur átt sér stað breyting á mati frá því að vilja einhvern veginn hlúa að einhverju heimsmynd sem er stabíl yfir í að nýta okkar styrkleika okkur til hagsbóta. Það er bara verra fyrir lítið lönd. Þetta er bara staðreynd. Þess vegna er svo mikilvægt að við vöndum okkur núna í að hugsa þessa þætti til enda. Hvað er þetta að staðsetja okkur í þessu? Og ég vil ekki segja að við getum gert hvað sem við viljum. En þetta krefst þess að við séum með raunsætt mat á samningsstöð okkar. Samningsstöð okkar gagnvart mjög stórum mótaðalum. Það sem að, já, við erum kannski ekki með neitt sérstaklega sterkar samningsstöð. Færum okkur eftir í Emblu afsakaði hennar útúrður. Nei, bara, þetta er bara umræðefni. Já. Málefni líðandi stundar. Málefni líðandi stundar, já, nákvæmlega. Sko, þið líkið viðskiptasambandar eitthvað við notendur stundum við Apple og iPhone, endurtekin sala til sömu notenda þegar tækni batnar. Sko, hann hljómar heldur vel. Það hljómar vel. Já. Er einhver hætt á því að er það þannig, ég ætla að frekar að breyta þessar spurningu, er það þannig að eins og talaður á hana að notendur finni þörfuna að uppfæra og fá nýjustu tækni? Já, sko, ef við tökum aðeins eitt skref tilbaka, stefna fyrirtæki sem sögulega, þar okkar styrkleiki var í að sko, skilja þarfir notenda, þróa vörur, framleiðar, markaðsætjar, koma þeim á markaði góðum gæðum og vinna með okkar svona, vinna með heilbrigðiskerfinu, það er að segja þessum stóðtækja verkstæðum og spítulum sem að styðja við þessa sjúklinga. En svona meira hugsa frá vöruhliðinni. Sko stefna fyrirtækisins hefur breyst á síðustu árum þar sem við höfum verið að sko færa okkur yfir í að vera heilstæðari samstarfsaðili við þessa einstaklinga. Ég ekki bara hjálpa þeim með sko vörurnar, heldur líka hjálpa þeim í gegnum lífið sem notandi af svona vörum til lengri tíma. Því að það að lenda í svona áfalli að missa útlimi, að missa hreyfigetu, það er mikið áfall og það er rosa erfitt að átta sig á hvernig maður á að vinna sig í gegnum flókin heilbrigðiskerfi. Og þetta er ekki bara varan, það er allir litlu hlutinni hvernig fólk bara kemst í gegnum daginn með einhvers konar áskorun sem við hinn sem þurfum ekki að eiga við þess kannski skiljum verð. Þannig að stefna fyrirtækisins hefur færst út í það að einhvern veginn að hugsa meira heilstætt hvernig við getum leitt sjúklingin í gegnum allt hans ferðalag. Því auðvitað breytist líka geta fólk til þess að eiga við kerfið. Sko hún er lítil í byrjun, eðlilega, fólk veit ekki hvernig það á að hugsa þetta og hvernig það á að vinna sig í gegnum þetta. En ekki svo eftir því sem að fólk er búið að vera notendur í lengri tíma. Þannig að við viljum hjálpa fólki að bæði náttúrulega með góða vöru og góða þjónustu en líka þennan óáþreifanlega hluta, það er að segja sjálft ferðalega og bindast þessum notendum sterkum böndum sem að sko út frá viðskiptalegu sjónarmiði er líka hagstætt að eiga þetta samband til lengri tíma og en líka auðvitað gott fyrir notendan því að þessi kerfi eru öll ótrúlega flókin, það er ótrúlega erfitt að átta sig á sko hvaða réttindi þú hefur og allir þessi litlu hlutir sem þarf til þess að eiga gott líf. Þegar þú tala um þjónustu, er það að tala um örglega sjúkraþjálfara, en sálfræði þjónusta líka? Ég kannski ekki beint að fara alveg út í það, en
en það enga síður stór hluti af þessu öllu saman að vinna sér gegnum áföll ofta tíðum, en það sko náttúrulega bæði að sjá til þess að sko að físiska lausnin virki, veita fólki ráðgjöfum sko rétt þeirra gagnvart heilbrigðiskerfinu, kynna það fyrir öðrum notendum. Já. Það oft svona sko oft sko þegar fólk lendir í slysum eða lendir í áföllum sem að gera það verkum að það missir útlim, sko hugarfarslega þá fólk ekki á góðum stað og margir hverjir einhvern veginn sjá enga von að þau muni aftur eiga gott líf, en svo gerist eitthvað, kannski bara hitta einhvern annan notenda sem að bara gengur og gerir það sem að þarf að gera. Já. Það kveikir oft nýja von og þegar búið að kveikja þessa nýju von að þá byrja fólk aktíft að vinna í því að finna hvað eru réttu lausnirnar, hvað á ég gera til þess að minnka sársauka annars staðar í líkamann og svo framvegis. Þetta það sem við viljum sko hjálpa til við að búa til þessa búa til þetta hugafar og hjálpa fólki yfir þennan þröskuld. Og við erum stórt fyrirtæki í þessum iðnaði, við erum að starfa í allri virðiskeðjunni, við erum sko næststærsta fyrirtæki í heiminum í þessum iðnaði og setjum mjög mikið fjármagn í þróun og nýjum lausnum og erum betur stakk búin en margir aðrir til þess að hjálpa fleirum. Þannig að við sjáum gríðarlegt tækifæri í þessu og að gera meira fyrir fólk og hjálpa því að fá aðgengi að betri lausnum. Talandi betri lausnir, sko, Bionics, hátækni gervilimir. Mér langaði þess að spyrja út í þá. Þeir eru að vaksa talsvert 20-25% á ári og verða æstæri partur af stóðtækjasölu. Sko, hvað spennandi framfarir eiga sér stað þar og að þú segir okkur aðeins frá mununum á þessari dæmigerfið sílikonhulsu sem var nú einu svona mjólkurkýrin og síðan hátækni gervilimum sem við erum að fást við í dag. Já. Þetta góð spurning, sko, sílikonhulsur enn stór hluti af okkar sölu og mjög, sko, mikilvægur hluti af heildarlausninni, það svona tengingin við líkamann, því ef að það að segja stúfurinn ekki heilbrigður, ef það eru sár og svoleiðis að þá erfitt að nota gervifót, þannig að sílikonhulsa Össurar Kristinssonar alveg mögnuð og mjög stór hluti af starfseminni í dag, en svo höfum við verið að fjárfesta mikið í þessum Bionics lausnum, hátækni lausnum. Þetta eru vörur sem eru með einhvers konar getu til þess að skynja umhverfið, læra á notendan og hjálpa fólki að hreyfa sig betur. Sko, langflestir í dag að nota svokallar mekaníska lausnir sem ekki með neinum hugbúnaði og neinum svona flóknum tæknilausnum og það sést alltaf glöggt á því hvernig notandinn lappar þegar þeir eru með svona mekaníska lausnir. En þegar fólk fær aðgengi að betri lausnum að þá hreyfanleikin betri og eðlilegri sem gerir það verkum að það minni álag á restina af líkamannum. Það að segja minni álag á mjaðmir, hné, bak og svo framvegis. Það rauninni rökin fyrir kerfið að fjármagna þessar hátæknilausnir. En þetta eru þessar lausnir, það eitthvað svona hugbúnaður og núna sko við erum að setja mjög mikla fjármuni og erum leiðandi í heiminum í því að búa til lausnir sem erum líka með vöðvakraft. Það að segja mótor í hnénu sem að hjálpar þá sérstaklega eldra fólki upp og niður stiga í ójöfnu umhverfi að nota sko, ef þú ert með sko, fær vöðvakraft úr vörunni sjálfri að þá setur það minna álag á restina líkamanna, þannig að þú fær meiri kannski endingu út úr restina kerfinu. Þannig að við erum að setja gríðarlega fjármuni í þetta, að þróa þetta og við erum komin lengra en allir aðrir með, svona, með þessa lausnir og sjá mikil tækifæri í því og þannig að já, þetta svona eitt dæmi sem við komum aðeins inn á áðan, sko mannslíkaminn fullkomin, við höfum langt í land með því að geta einhvern veginn búið til lausnir sem fólk bara finnur ekki fyrir að séu þarna og þarf ekki að hugsa, þannig að það fullt eftir en við höfum genn tíðina haft þor og vilja til þess að fara í lausnir sem að breyta þessum iðnaði. Sílikonhulsa Össurar Kristinssonar, hún breytti lífi milljóna og sko þessar hátæknilausnir sem við erum að þróa í dag gera slítið sama. En þetta alltaf áhætta og krefst þess að við séum með skýra sín á þarfir og veljum réttu verkefnin. Því nýsköpun þetta ekkert augljóst og sko að það að
skilja þarfir og velja réttu verkefnin krefst mikillar auðmýttar og sérstaklega því sem fyrirtæki stækka og þurfa að skipuleggja sig, þurfa að vera með ferla, þurfa að vera skilvirka, þá alltaf áhætta á að við fjarlægjumst raunveruleikann og við höfum farið í mikla vinnu núna bara síðustu árum í að stúdera okkar notendur með alls konar tækni og fórum meðal annars nýlega í mjög spennandi verkefni sem við notuðum gervigreind til þess að settum myndavélar á notendur sem að tóku upp gríðalegt magn af efni bara svona hvernig fólk bara fer í gegnum daginn og svo unnum við með Google í New York þar sem við fengum aðgengi að svona einhverjum ekstra kraftmiklum gervigreindar vélum sem að túlkuðu þessi myndbönd öll semul og það var eiginlega alveg ótrúleg upplifun verð ég að segja að sjá hvernig gervigreindin sér hluti sem við sjáum ekki svona alls konar litla hluti hvernig fólk hreyfir sig þegar heima hjá sér hvernig annað fólk upplifir það að hitta manneski með gervifót út í búð og alls konar svona hlutir sem eru svona tilfinningarlegs eðlis sem að mér fannst þetta svona pínu ég veit ekki hvað orði á að nota en þetta var svona að þessi tækni sé komin svona langt. Origo, við erum í samstarfi við sérfræðingarna þar og það eru þeir eru sérfræðingar í Business Central frá Microsoft en þeir eru svolítið þessi one-stop shop sem að íslensk fyrirtæki held ég megi líta til af því að það ég nú sagt þetta áður, það eru allir að keppast við það að verða snillingar í gervigreindinni og tilengar kapplöpunni. Já, tilengar sér gervigreindina þannig að hún verði stuðla hagkvæmni í rekstri en þú færði ekkit bara magga sumarstarfsmanna því að hann tók forritunum áfanga í HR og færði hann til þess eitthvað að skoða og sýsla. Það eru öryggisatriði, það skiptir máli hvernig þú geymir gögnin setur þetta allt saman upp, hvernig þú samþættir þetta við kerfi, Origo með sérfræðinga og sérsvið og rekstrar einingar sem að styðja við fyrirtæki sama í raun og veru hvernig á það er litið þegar kemur að þínu business, þannig að bara ríf upp tólið. Kíkja í bolla á Dalveginn kannski? Já, kíkja í bolla á Dalveginn, glæsilega nýjar höfuðstöðar, sjá hvað þið geta gert fyrir ykkur. Alveg þekkingarhús. Payday. Það eru þetta snjallasta leiðin til að senda reikninga. Það er svo gaman að senda reikninga í Payday. Já, bara og líka sé að maður gerist einirki að bara sjá hvað þetta er einfalt. Ég kveið alveg sérlega fyrir því að þurfa að sjá allt þetta sjálfur, senda reikninga og greiða laun og ekki hvað og hvað vasknúmer og herði. Þetta er alveg vesen. Já, áður en að Payday kemur inn í söguna. Þegar Payday leysir þetta bara og ef þú veist ekki hvað þetta að gera, þá sendur bara nefnspilli og þeir eru mættir á Þetta er þetta skuggalegt hvað þau svara fljótt Af því að svo finnst mér oft ef þú ert að biðja mig eitthvað þjónustu og hann segir eitthvað prófa bara að tjekka þessu, hann segir bara hleyptu mér inn í aðstofuna, svo fer hann bara inn í kerfi og græðir þetta bara fyrir mig. Ansi næs. Giggo. Ef þið vantar aðstof þá eru þeir innan handar. Giggo reddar, Giggo giggar og Giggo græjar. Komst í stækkandi hóp ríflega, hvað er alltaf 20.000 aðdáendur? Já, 20.000 aðdáendur og 6.000 giggarar, eitthvað hlutis. Já. Þannig að það er aðeins meiri eftirspurna en frambúð eins og staðan er núna, en þessi 6.000 giggarar, þeir eru örugglega á við 200.000, þeir eru svo duglegir. Málið er að þessi 6.000 giggarar geta mögulega bara sinnt eftirspurninni allir, Það er líklega rétt. Svo er það Þannig að það er nóga frambóði og það er ekki minna af eftirspurn. Þannig hvetjum við ekki bara bæði giggara og þá sem er að leita sér að giggi eða að láta ykkur gera gigg fyrir sig, það er Giggo. Jú, svo er þetta útsalinn í fullum gangi á elko.is Ég ætlaði að verja vöru vikunar hjá Elko. Já, ég var útsölu vöru vikunar kannski. Þú setti mig yfir þetta í byrjun vikunar, þetta heimanám og ég var smá tíma búin að vera aðeins að liggjandi feldi og veltaði fyrir mér svona hver var vikunar í Elko ætti að vera. Þetta er ekkert fávörunúmer get ég sagt þér Ný. En af því að ég var nú að kaupa mér sjónvarp á Elko á útsölu dögunum í búið, þá ætla ég að velja þetta frækna góða Ég ætla bara að lega mér aftur að sletta Value sjónvarp. Samsung 65 tómur, Crystal UHD snjallsjónvarp á 109.995 krónur með afslætti. Ég fór í 80 tómunnar Sony Bravia hjá Elko, en það er kannski, það gengur ekki, það gengur misvel. Það gengur misvel. Afsakið fáfræði minna bæði Sveinn og hlustendur, en að því þú sagðir að mannslíkafinn er svona nánast fullkominn. Er það einhver tíman í nánustu framtíða sem hann er bara að græja nýjan fótamann?
í staðan fyrir að vonandi ekki fyrir ykkur kannski. Já, vonandi, segi ég. Sko, þetta bara góð spurning. Ég held að það sé ekkit óraunhæft einhvern tímann í framtíðinni. Að það sé hægt að gera það og það náttúrulega verið að rannsaka mikið, sko, hvernig hægt að tengjast svona taugakerfi líkamanns, mest hvað stýringar varðar. Við höfum til dæmis tekið þátt í samstarfi þar sem við vorum að setja svona litla skynjara inn í þá vöðva sem eru eftir, sko, í fætinum sem að svo tala við okkar vörur og með góðum árangri. Þannig að það, sko, það alltaf einhver framþróun eiga sér stað í þessu og ég held að það sé ekkert ómögulegt að einhverjum tíma verði hægt að gera þetta sem þú ert að segja. Já. Hver finnst þér vera merkilegast að varan ykkar í dag? Mér finnst í rauninni, sko, Silicon Hulsa Össurar Kristinssonar vera ennþá ein af okkar merkilegustu vörum og sko við förum bara í það hvernig varð svo vara til. Össur Kristinsson náttúrulega var sjálfur notandi og notaði gervifót og lærði að vera stóðtækjafræðingur í Svíþjóð en var, sko, með rosa sterka sýn á það að leysa þetta vandamál, það er að segja tenginguna við líkamann, upplifði bara öll þessi vandamál sjálfur og sjá það hjá sínum listavinum hvað þetta var mikil áskorun í þessari tengingu við líkamann og hann var svo, sko, ótrúlega öflugur frumkvöðull, tilbúin að taka áhættu og leggja einhvern veginn allt í sölunar við að finna réttu lausnina og þetta hefur varan þróast á þessum tíma en þetta sko, já, líklega sú vara sem að ég held ég treysti mig til þess að fullyrða það sem hafi bara haft hvað mest áhrif, jákvæð áhrif á lífsgæði þeirra einstaklingar sem þurfa að nota gervifót í heiminum bara síðustu áratugum og já, ég held að þetta og þetta þetta bara upphafið af þessu fyrirtæki. Já, sko kannski siðferðilega skrítin spurning, sko, en ekki ansi gott að vera, ef við horfum út frá rekstrarlegum grundvelli, að vera með þessi, eins og segir, 90% endurgreiðslu kerfi, það sem að aðeins sjálfur sem við vöruna ekki að verslana sjálfur, heldur það bara 10% af markanum ykkar. Það veitir ykkur ákveðin svona fyrirsjáanleika og möguleika á að fólk muni halda áfram að geta fengið þessa þjónustu. En það dálítið mikilvægt fyrir ykkur að þetta haldi áfram, eins og vorum að tala í byrjun þáttar að heilbrigðiskerfi út í heimi fari ekki að skera þennan kostnað niður. Já, sko, sögulega höfum við ekki séð, sko, skref aftur bak hvað var aðgengi að svona vörum. Við höfum verið að sjá síðustu áratugi alltaf fleiri lönd, fleiri kerfi ákveða að auka aðgengi að góðum lausnum fyrir þennan notendahóp aftur því að þetta skilvirkt fyrir kerfin að spara kerfinu fjármuni ef fólk hreyfanlegt og þar getur bara verið í sinni vinnu og sinnt sínum skildum og svo framvegis þannig að við höfum ekki séð, sko, skreftekin aftur á bak en, sko, það rosalega mikil tregða í heilbrigðiskerfum tregða til þess að breyta og það erfitt að sannfæra kerfum að taka nýja lausnir. Nú, sko, hefur stefna fyrirtækisins þróast í það að við höfum ákveða þjónusta, sko, stærri hópa sem eru með varanlega áskorungar heimaleika varar. Við keyptum fyrirtæki í Þýskalandi fyrir 2 árum sem með lausnir fyrir fólk sem hefur fengið hjartaáfall og mist getuna til þess að nota vöðvana í neðri hluta líkamans. Þetta eru mjög fullkomna vörur þar sem eru aftur byggðar utan á einstaklingin sem að hjálpa við að endurvekja þennan hreyfanleika og eru mjög skilvirkar fyrir notenduna og kerfin en, sko, það þarf mikla þekking og reynslu til þess að ná til þessara kerfa og setja gögnin fyrir framan þá sem að geta tekið ákvarðanir og þá verður til eitthvað markaður sem þá góður fyrir fyrirtækjunum sem tekst þetta og eru með getu til þess að skilja kerfin, eru með, sko, forgangsraða rétt hvað vöruþróun varðar en þetta er flókið. Já, þetta erfitt, það erfitt að byggja þetta upp og erfitt að fá aðgengi, sko, við erum líka að keppa við risastóra lyfjaframleiðendur sem eru með miklu meiri fjármuni í svona hagsmunasamtök varðar og allt því tengt þannig að og öll kerfin eru mismunandi það ekki til dæmis að nota sömu gögn í Bandaríkjunum og í franska kerfinu frakkanir eru með sínar
aðferðafræði og svo framvins. Þannig að það sko, það ekki nóg að búa til góða vöru sem teknilega góð fyrir notandann, það geta komið inn á markað, samfært heilbrigðisyfirvöld, þetta eru risastórir girðinga að þurfa stíga yfir þegar maður ætla að keppa á þessu markaði. Trúið því? Það akkurat það, þessi markaðir, ef við tökum til dæmis Indland sem á land til land, þið þurfið vantanlega, þið eru alltaf háð reglu umhverfi og stjórnmálaleg umhverfi og líka bara efnahagsleg umhverfi til dæmis á þessum stóru mörkuðum sem eru kannski einhverjum tilfellum þriðja heims ríki, sko, þetta áfangasigrar, hvernig bara í fullkomnum heimi, þú veist, eru til fjármunir í dag fyrir Indland til dæmis til að borga á móti þessu eða hvernig nálgist þessa markaði sem eru kannski vanþróaðir? Sko, Indland ekki með gott heilbrigðiskerfi. Mikið af fólki, mikil þörf fyrir það sem við gerum og kunnum. Þar viðskiptamódelið okkar bara öðru vísi. Þar við meira að markaðsetja okkur beint til notenda. Já. Þarna eru einstaklingar sem eru allt öðruvísi sko neytendur að heilbrigðisþjónustu. Við alin uppi það að það eitthvað að og við förum og tölum við sérfræðing og við hlýðum því og gerum það sem okkur sagt að gera. Þannig þetta í svona þeim löndum sem að við kannski berum okkur helst saman við henni Vestur- og Norður-Evrópu og Norður-Ameríku. En það sem að færa svo góða innsýn í þegar maður í þessu starfi sko hvernig lönd virka öðruvísi og hvernig heilbrigðiskerfi virka. Og sko aftur bara við klárum Indland, sko Indland þarna bara markaðsett okkur beint til endanotendans, við erum búin að setja saman ákveðna lausn sem að innan ákveðna marka hvað kostnað varðar og fólk bara að taka upp veskið sjálft og borga því að þarna eru fjölskyldur ofta að taka sér saman því að sko ef að einstaklingurinn ekki með neina lausn þá fólk bara heima og það þarf að hugsa viðkomandi en fólk meira sjálfstætt ef það sko með einhverja lausn sem að virkar. Þannig að þarna bara viðskiptamódel okkar allt öðru vísi á eins og Indland, Kína, Brasilía, mikið af þessum mörkuðum í Austur-Evrópu. Þannig þurfum við bara að stilla okkur af með að við raunveruleikan í þessum löndum. En ef maður horfir sko þvert yfir, sko heilbrigðiskerfi ótrúlega misjöfn. Sko Evrópu við almennt með góð heilbrigðiskerfi. En á Ísland við með gott heilbrigðiskerfi. Öll þessi kerfi sérstaklega í Evrópu að eiga við mikla áskorun eins og bara öldrun. Miklu meira eldra fólki sem þarf að þjónusta og mikil press á kostnað. Bandaríkin svona svolítið sérstakt kerfi, þar með opinbera hlutan og svo með sko enga kerfið allt saman. Og þetta svona líka, þarna fær maður ákveðin einsinn inn í bara aðra samfélagsgerð. Til dæmis sko fólk og fjölskyldur háðar því að einhver sé í vinnu og sé með heilbrigðistrygging frá sínum atvinnu veitanda. Til dæmis í Bandaríkjunum fyrirtækið borgar allan heilbrigðiskostnað fyrir okkar starfsmenn. Já, okay. Við veljum að gera þannig í staðin fyrir að útvista til við útvistum umsýslunni til tryggingafyrirtækis en við á endanum borgum allan kostnað. Það hefur verið skilvirkari leið heldur en að útvista þessu algjörlega til einhvers konar einkaaðila. Þannig að þetta svo stórt atriði fyrir fólk upp á bara öryggi fyrir fjölskylduna sína að vera með tryggingu. Og manni finnst þetta svona pínu skrítið einhvern veginn að manni finnst að vera svona grunn þjónusta og vera grunn svona að þetta eigi bara alltaf að vera til staðar. En sko fyrir Bandaríkin sem maður lítur á sem svona þróa land að þar sko þetta og það gerir það verkum að fólk oft svona að hrætt vinnuna sína. Það gengur ótrúlega langt í bara svona, hvað að segja, bara að tryggja það að það haldi sinni vinnu. Það ekki sama öryggisnet sem grípur og það gerir það verkum að einstaklingurinn einhvern veginn það verður til þessi líka svona undirliggjandi drifkraftur sem aðeins öðruvísi að því nú svolítið að bera saman Bandaríkin og Evrópu. Sko Bandaríkin ótrúleg þegar kemur að verðmætasköpun. Alveg ótrúleg. Sko ég var bara nú nýlega í Bandaríkjunum að taka svona smá hringa sem við hittum samstarfsaðila okkar, háskóla og hittum nokkur sprotafyrirtæki í okkar iðnaði. Hitti 2 unga strákar sem voru að fá sko $20 million fjármögnun. Sko þeir voru bara með hugmynd. Já. Sko ekki enga tekjur og ekki neitt. Sko þetta aldrei gerst í Evrópu. Nei. Og
en það þessi einstaklingshyggja, þessi þörf fyrir að sko standa sig og þessi gríðarlegi kraftur einhvern veginn í kerfinu og kapitalist umhverfi. Já, og sko þegar maður sko sér eins og hérna á Boston-svæðinu þarna koma saman sko háskóla og rannsóknarsamfélagið, fjárfestingar umhverfið og iðnaðurinn, tæknifyrirtækin, allt þetta svona einhvern veginn grauta saman og úr verður einhvern ótrúlegu kraftur. Þannig að sko Bandaríkin svo brjálæðislega góð í verðmætasköpun. Þarna er bara, þetta gerist ekki í Evrópu. Þú veist, þarna talandi sko ókosti við kannski þessa umgjörði í Evrópu, þarna þarf Evrópa bara að gera miklu betur. Já. Og þú veist, við sjáum það að sko tækni, það verður ekki verið þessi nýliðin í stórum tæknifyrirtækjum í Evrópu eins og í Bandaríkjunum. Það alls svona ástæði fyrir því og hérna búið að fara vel yfir það í öllum þessum skýrslum, Draghi-skýrslum og fleira. En en þarna eru Bandaríkin sko alveg ótrúlega sterk en svo finnst manni sko á móti kemur alls konar þættir í bandarísku samfélagi sem eru einhvern veginn svona pínu á skjön við það sem manni finnst vera sanngjarnt, eins og til dæmis bara aðgengi að heilbrigðismálum, aðgengi að menntamálum sko, en á móti svo horfum maður á þetta frá Evrópuhliðinni, ekki að sterk í verðmætasköpun en eru með svona að manni og velferðarkerfi? Já, bara svona manniskulegri umgjörð. Aðgengi að heilbrigðiskerfi, svona aðgengi að þú veist, menntakerfi, en ekkert að þessu þetta er bara ólíkt. En sko, já, þessi heilbrigðiskerfi, sko, þetta við búum alveg ótrúlega vel hérna í Evrópu og Íslandi og maður sér það í þessum löndum sem eru styttra á veg komin hver raunveruleikin í þessum málum og þetta er ekkit einsdæmi í okkar iðnaði, þetta á við alla þætti heilbrigðis þjónustu varðar. Við erum að þetta í riddaraspurningarnar. Mér langar aðeins að koma inn á Baddarann eða? Baddarann, já. Þú áttu þetta Íslandsmeistara titil í einliða leik í badminton árið 2003 og vannst þarna 4 titla til viðbótar. Sko, hvernig kom badminton inn í þitt líf og hvað gerði þið svona góða? Já, sko, ég var í Langholtsskóla og TBR er hérna í næsta nágrunni við Langholtsskóla og þeir á þeim tíma buðu öllum 9 ára krökkum að koma og æfa einu sinni í viku og fengu frían spaða og þetta einhvern veginn bara þarna bara fann ég mig einhvern veginn í þessu umhverfi, einstælings íþrótt og það var gott að vera hann inn í TBR, mér fannst þetta skemmtilegt og ég einhvern veginn var bara alveg heiltekinn að þessu og var í þessu alveg á fullu, sko var hérna á Íslandi svo ákveðið að flytja út í Danmörkur, fekk styrk frá Alþjóða Ólympíusambandinu að reyna að komast á Ólympíuleikana árið 2000 og ferðast allan heim, mikið til Asíu, Suður-Ameríku, Evrópu og einhvern veginn þá svona myndaði ég tengsli svona þetta alþjóðlega umhverfi og hef einhvern veginn alla tíð sko þrifist í því. Verið í vinnu þar sem maður í alþjóðlegu umhverfi og það var svo til þess að ég skráði mér nám í Danmörku þegar ég áttum með því að ég myndi sennilega ekki lifa því að spila badminton. Nei. Að það rann upp fyrir mér að ég þyrfti líklega að fara í skóla þannig að þá svona einhvern veginn fór metnaðurinn úr því yfir í að standa mig vel í skólanum og fara svo og finna mér einhverja vinnu sko. Badminton, samanborðið tennis og padelin, hvað gerir badminton betur þessar tvær íþróttir? Þetta náttúrulega allt spaða íþróttir sko. Badminton í rauninni, minnst það geggjuð íþrótt, hún reynir svona allan hluta líkamanns en sko hún hefur aldrei náð einhverju flugi sem svona sjónvarpsíþrótt og svona jaðar íþrótt að mörgu leita meðan tennis og padel hafa einhvern veginn náð miklu lengra. Kannski ef þetta verið boðið á þeim tíma fyrir mig þá hefur kannski farið þann veg en þetta var ótrúlega góðu skóli að vera íþróttamaður, alls konar ægir sem því fylgir og það margt sem hefur nýst mér í því sko og eins og til dæmis bara ef maður vill hvað stjórnun varðar þetta svona svolítið eins og íþróttir maður þarf alltaf að æfa sig og maður læra því að gera mistök og það er alltaf hægt að vera betri og maður þarf svolítið að ég alltaf horta það þannig að maður alltaf að læra eitthvað nýtt og finna sér góða fyrirmyndir og líta svona á þetta sem bara svona eiliga verkefni.
Hvað lágu þínir styrkleikar? Var það netaspilið eða varstu alveg smassari? Sko, ég held að mínu, sko, ég hef kannski ekkert verið með eitthvað brjálæslega hæfileika en ég var rosa duglegur. Þannig að ég vóð það upp og var svona, vóð það upp með ástundun. Við vorum með þetta að missa okkar besta mann í Viktor Axelsen. Hann lagstur í Helgan Stein. Magnaður. Já, magnaður Danið þetta. Fylgistu ennþá með á hæsta leveli? Aðeins. Þetta náttúrulega stór íþrótt í Danmörku. Og Danir eru ótrúlega góðir. Magnaður, hvað eru góðir sko? Þannig að ég svona fylgist vel með í dönsku samfélagi og já, ég fylgist með dörunum sérstaklega. Við erum komin í rittarspurningarnar nema þú viljir bæta einhver við? Nei, þetta er bara glæsilegt. Það ekki? Góð yfirferð. Já, Magnús Viðar, hann á fyrstu spurninguna, hann spyr hvað finnst Sveini að einungi sumir viðmældu Chess After Dark fái spurningarnar frá ritturunum en aðrir ekki? Já. Hann er líka að skjóta okkur hana. Já, þetta er aðeins. Hann var með góða spurninga Þorgeiri. Finnst afsökunar þessu? Já, fyrir ekki að Sveitna þú hafa verið fyrir barðina þessu. Við lesum allt upp, oftast. Kjartan Guðmundsson spyr, segir líka hérna, mér hefur alltaf fundist Össur eitt merkilegasta íslenska fyrirtækið en fer lítið fyrir því í þjóðfélagsumræðinni. Magnús saga á bakvið fyrirtækið en sko er þið ekki að íta sögunni kannski svolítið í burtu með því að skipta nafn og fjarlægast nafni stofnandans? Kjartan Guðmundsson. Já, sko þetta er góð spurning á Kjartani en ég kom aðeins inn á þetta áðan sko, Össur er ekkert farið neitt, þetta er ennþá okkar flaggskip, má segja. Embla Medical er auðvitað reglífin og nú þau þegar talað rekstur fyrirtækisins og slíkt að þá er það nafni sem kemur upp en Össur er okkar sterkasta vörumerki og við störum undir merkjum Össurar eins og segi 40 löndum og það er ekki farið neitt. Nei. Sjáu þið fram á að halda starfsemi áfram á Íslandi næstu 10 árin eða eru áformum að flytja starfsemi úr landi vegna mikils kostnaðar hér til dæmis launakostnaðar? Sigur Ágússon. Sko starfsemi fyrirtækisins hér á Íslandi hefur alltaf tekið breytingum. Við erum í dag með rúmlega 4.500 starfsmenn þar að veru hátt í 700 starfsmenn hér á Íslandi. Starfsemin er fjölbreytt en hún hefur í gegnum áranar ástekið breytingum og við erum alltaf okkar verkefni að sjá til þess að við séum að gera hlutina á einn skilvirkan hátt og mögulegt er. Þannig að verði einhverja breytingar í framtíðinni, já, eins og þar hafa verið sögulega, það er bara alltaf okkar verkefni en hjartað í starfseminni er hér og hjarta verður áfram hér. Hér er þróunastarfið, það er ekki að fara neitt. Sko það er og við verðum alltaf með ákveðna grunnstarfsemi hér á Íslandi og ég nefndi aðeins þessi einkaleyfi sem félagið á, það er íslenska rekstrarfélagið sem á og móðurfélagið sem á öll þessi einkaleyfi sem gerir það verkum að þáttur að við séum lítið að tekjum hér á Íslandi, sko þetta er langt undir 1% af heildartekjum fyrirtækisins sem borgum við hlutfallslega ótrúlega mikið á okkar skattum hér á Íslandi. Svona gott dæmi hvernig sko verðmætasköpun er mikilvæg. Við erum alltaf með fullt af hálaunastörfum, borgum mikið á okkar skattum hér. Það verða til fyrirtæki þegar fólk hættir hjá okkur og býr til eitthvað nýtt og eins og ég kom inn á áðan, ég hef ótrúlega trú á okkur Íslendingum í þessu samhengi en það krefst þess að við höldum áfram að gera vel að því að hlúa að þessu samkeppnisumhverfi. Það er nóg eftir þar og það er eilíða verkefni. Hallur Hallsson með, ég bara þori ekki að lesa allar rittarspurningar núna. Hann segir að getur atvinnulífið treyst ríkisstjórnin eftir velfagsneyksli, ég ætla nú ekki að fá Svein kannski til að svara því, en ég ætla að spyrja þig atvinnustefna ríkisstjórnarinnar sem var gefin út. Erum við á réttri braut? Er þessi ríkisstjórn að gera nógu mikið fyrir atvinnulífið? Já, sko mér var margt gott í þessari atvinnustefnu og ég held ég fari aftur kannski vísi fyrra svar sko. Nú hefur við náð árangri með þar að segja hennan hugverka að gera. Það hefur verið oft talað það sem fjórðu stoðina sem að er og meiri meðvitund hvað þarf til að þessi hluti þrífist vel. Ef ég sko mætti koma með eitthvað innlegg í þetta þá finnst mér að þetta mætti vera ennþá fyrirferða meira. Okay. Ef ég tek sko samlíkinguna með fyrirtækjarekstur þar sem er númer 4 í röðinni
það fær aldrei sérstaklega mikið súrefni. Það þarf að ákveða hvað mikilvægast. Og þá meina ég ekki þannig að við eigum að fara eitthvað að miðstýra því hvernig við búum til verðmæti, en það þarf samt að hugsa umgjörina, stóru umgjörina, og við erum sko lítið land, fámenn þjóð, og við höfum, þetta í okkar höndum að ná meiri árangri hvað þennan þátt varðar. Dagur Finnsson spyr, ég held að hann sé sonur Finns Oddssonar, fórstjóra Haga, hefur þú einhvern tímann eldað ólöglegt chili con carne? Já, hann hefur fengið chilið hjá mér og mikill aðdáandi, held ég örugglega. Sko, ég veit ekki alveg hvað hann ég reynda grunar hvað hann að vísa í, en ég held að ég treysti mér ekki til þess að fara yfir það En þú kannast við þetta? Þættum, já, ég kannast alveg við þetta. Auðun Bragi spyr, þetta þetta bara áhugavertur hlustendur, og ég held sem margir sem vita þetta ekki, af því að þeir eru nú ekki skráð í íslensku kaupöllinu, en Íslendingar geta fjárfest í ykkur eða ekki? Jú, algjörlega. Það bara kaupa hlutabréf í gegnum sinn viðskiptabanka? Já. Hérna spyr næsti, sérðu einhvern ávinningi því að skrá félagið aftur á Íslandi, til dæmis til að auka sýnileika meðal íslenskra fjárfesta? Já, það alveg raunhæfur möguleiki þannig séð. Við erum náttúrulega á Íslandi þekkt fyrirtæki, þekkt vörumerki, og erum með mikið af góðum hluthöfum hér á Íslandi. Stóru lífeyrissjóðanir hafa verið hluthafar í Össur og eru hluthafar. Margir hverjir hafa allar til stutt vel við bakið á félaginu, þannig að það alveg möguleiki þannig séð, þó að ég telji danska markaðin einfallega kannski henta betur. Þar eru við hlutfallslega alveg stórt fyrirtæki, topp 30-40 hvað markaðsverðmæti varðar. Það mikið af sambærilegum fyrirtækjum, mikil hefð fyrir það að fjárfesta í þessum líftækni fyrirtækjum, læknatækja fyrirtækjum, þannig að það bara gott heimili fyrir okkur, og stærsti eigandi fyrirtækisins, sjóðurinn sem hefur verið viðloðandi alveg frá árinu 2004, þekkt stærð í Danmörku og hjálpar okkur í stóra samhenginu þar. Sessor, þetta gott að meta hvort það sé skynsamlegt að versla við komandi fyrirtæki og athuga hverju þeirra viðskiptavinir eru. Já, hver kúnnabasinn? Sessor að þjónusta Nova, Þjóðkirkjuna, Ísband, Íslift, Arnalax, Controlant, BCC, Bakka, Silikon, Exton. Þetta alls konar stærðargráður. Ríkislögreglustjóran auðvitað. Já, þetta á öllum stærðum og gerðum, og það sem að þessi fyrirtæki eiga öll samhæld, sem kannski ekki augljóst við fyrstu sýn, að þau eru öll þrælsátt við þjónustuna sem þau eru að fá hjá Sessor. Og ég gekk nú aðeins á milli þarna, spurði Terra umhverfisþjónustu, hvernig kanntu að meta þjónustuna frá Sessor? Þau voru hæst á hana. Það ekki? Sena, það var sama sagan. Já. Fröken Reykjavík, bókaðu borð á Fröken Reykjavík núna. Það hátíðisverða seðilinn, kvöldverðarseðilinn, barseðilinn, snakkseðilinn, og þeir eru auðvitað með happy hour, en það sem mér finnst eiginlega einkenna Fröken Reykjavík fyrir utan gæðin á matnum staðsetningin. Þú getur ekki óskaðir betri staðsetningar. Þú ert þarna með tjörnina á hægri, þú ert gengt MR lærðaskólanum, og á vinstri hönd ertu síðan bara með Bankastrætið og Laugaveginn og Alþingishúsið, og þetta hjartað. Þannig þú ert ekki maður með mönnum nema og sért þarna að borða, sko. Ég held að menn séu svolítið að sofa á þessu, sko, hvað var það businesslöðun svona. Að þú ert með erlenda fjárfesta og svona. Já, þetta töff. Já, að rölda með þeim niður að tjörninni, sína þeim svanna, gefa þeim kannski brauð. Einmitt, og fara svo í flanksteikina í hádeginu á Fröken Reykjavík. Hljómað vel. Autocenter, framrúðuskipti eða tjónaskoðun. Autocenter. Já. Svo erum við auðvitað með lengjunni, og ef þið langar að setja spennu í bestu deildina, þá getur við tippað þar, og við erum auðvitað með lengju appið. Já, Víkingar að slippa. Já, en loksins þegar þeir missa fótana aðeins, þá eru KR ekki í viðbragðsstöðu. En ámar ekki bara að setja á Gyrði til að skora það? Hann er ótrúlegur. Það finnst alltaf. Ótrúlegur. Lengjan. Hvað er ég búin að vera að segja við þig, Birkir? Já, þú búin að vera að tenglast þessu, og núna er ég loksins að náður eyrunum mínum. David Jones, sko, að vera með döðlutar í pókanum. Ég leiði stráknum mínum að smakka saltlakristdöðlunar í gerð. Já, þarna lakrísdöðlunar á David Jones. Og hann var ansi hrifinn að þessu, og ég er svona, ég ætla ekki að segja þess að ég fann að sjá eftir að gefa honum þetta, en það verður seint snúið tilbaka núna. Ég ætla að segja, sko, er hann ekki dálítið ungur til að vera fiktað í fíkniefnum? Þetta er dálítið þenni dæmi, það er það sem ég er að segja, sko. Já, það því að lakrísin er alveg sérstaklega hættulegur. Hann er nú bara ægilega ávanabindandi. Hann er svo góður. En hann er svo hollur. Það er málið. Þú ert þarna með bara einsáfnisvöru, en einhver sætið en þú ert bara með döðlu í grunninn. Wow. Frumri. Það er búið að lengja opnatímann á Granda.
þannig að þú getur kíkt þangað og bókað bifreiðaskoðun. Þeir eru frá mánudum til 50dags 8 til 16:30 og svo 8 til 16 á föstum og það er heitt á könninni. Og svo síðast en alls ekki síst, save the best for last. Eru það að leita sérsögum, eru það að leiðin í eitthvað góða útskrift eða gott ammali, þá var það okkar menni Sútap, Egill og Jöllarinn. Já, þeir eru jafn glæsilegir og fötin þeirra. Næst spurningin frá mér allavega, eða frá ritturum, er einhver áætlun að opna klíningur á fleiri átakasvæðum, til dæmis Gaza eða öðrum stríðshrjáðum svæðum í ljósi reynslunum af Úkraínu? Já, þetta er eitthvað sem við erum alltaf með í skoðun og þetta Úkraínuverkefni, ef ég má koma aðeins örslut inn á það, hefur verið svona mikilvægt verkefni fyrir okkur. Ég er búin að fara hana 2 svar til Úkraínu eftir að innrásin hófst hana 2022, einu sinni til Lviv og einu sinni til Kiev. Við vorum með litla sem enga sölu til Úkraínu áður en að þetta stríð hófst, en þetta er í dag orðin markaður fyrir okkur og verður til lengri tíma litið mjög stór markaður. Og er Úkraína niðurgreiða þarna? Nei, sko þetta er í mestmegnis núna er þetta fjármagnað af einhvers konar góðgerða samtökum. Það er verið að vinna í að búa til endurgreiðslukerfi. En til þess að setja aðeins í samhengi, sko við höfum lengi vel þjónust að einstaklingar sem að segja á vegum bandaríska hersins sem hafa komið heim úr einhverjum að þeim stríðum sem bandaríkjamenn hafa háð út í heimi. Á síðustu 25 árum hafa þetta verið eitthvað kringum 2000 einstaklingar til þess að setja þetta í samhengi. En á þessum núna rúmlega 4 árum, já, sko er áætlað að þetta séu cirka bara í Úkraínu eitthvað staðar á bilinu 50 og maður heitt upp í 150.000 úkraínskir hermenn sem þurfa á stoðtækjum að halda. Það er rosalega. Það er alveg ótrúleg tala og sjálfsagt sama eða meira hann að Rússlands megin og það sem er svona sko upplifunin að fara þarna er svo þetta hefur svo mikil áhrif á mann og að því að sko ég hef náttúrulega fer mikið og heimsækja okkar viðskiptavini tala mikið við okkar notendur og oft á tíðum er þetta bara hvað að segja ekkert kannski, já, þetta er bara maður er vanur því að fara hann inn og hitta fólk sem hefur lent í ýmsu en hann í Úkraínu þetta er sko maður hittir svo mikið af ungum drengjum sem að sko nú á ég stálpaða unglinga sem einhvern veginn finnst bara líta út eins og unglingarnir mér eru 18, 19, 20 ára strákar sem að allir eiga sér hræðilega sögur og hafa lent í ótrúlegum áföllum og eru sko núna kannski komnir aftur í gang hafa fengið þjónustu frá okkur við höfum verið að sko þjónusta mikið að þessum einstaklingum í Bandaríkjunum og Norðurlöndunum líka og verið að þjálfa mikið að stoðtækjafræðingum í Úkraínu og settum upp okkar eigin þjónustueiningu í Kiev núna í fyrra en það er ekkit auðvelt sko. Og þetta er svona sko nú er þetta búið að vera í gangi lengi og við þurfum alltaf að minna okkur á sko þennan raunveruleika sem er hana þetta er sko þarna er eins og til með starfsfólk okkar í þessari þjónustu einingu hann í Kiev þetta sko fólk er að býr í fjölbýlishúsum það sem er rafmagnslaust, býr á 19. hæð hverju kvöldi þarf að velja hvort á ég fara niður í sprengjubyrgið eða hvort er þetta sef ég bara í baðkarinu sjá drónana fljúga framhjá engin sko hiti alls konar skortur, alls konar nauðsynjavörum sko þetta er bara einhvern veginn svo fjarlægt okkur og bara núna fyrir 2 vikur síðan sko lentum við því að sending, sko vörusending okkar sem að var í okkur milli sendingastöð hana í Úkraínu var sprengt í loft upp og tapaðist engin slisa fólki sem betur fyrir en þetta er bara svona ein áminning á hver raunveruleikin er og það er svo sem ekkit sem bendir til að þetta sé eitthvað að fara að hætta en þetta hefur verið, sko, við höfum lagt okkur ótrúlega mikið fram í því að leggja okkar að mörkum í þessu öll saman. Það eru 2 stór fyrirtæki sem iðnaði sem að geta haft hana raunverulega áhrif. Við og svo stærsti samkynns aðal okkar sem er þýskt fyrirtæki sem heitir Ottobock. Þeir eru líka í Rússlandi og í Úkraínu. Við erum bara í Úkraínu. Og það er prinsip bara ekki? Jú, það er bara ákvörðun sem við tókum og og þetta er, já, þetta er bara verið gríðarleg áskorun en við erum mjög einbeitt í því að eins og segja leggja okkar að mörku því það er mjög mikilvægt að allir
þessir einstaklingar fari og komist aftur í gang og og það hefur bara samfélagslega gríðarlega sko mikil áhrif fyrir Úkraínu þegar þessu stríði linnir að allir þessir ungu, þetta eru fyrst og fremst karlmenn, komist aftur bara út á vinnumarkaðin og það hana, þú veist náttúrulega fallega sögur inn á milli, það var Vlad? Já, akkurat, sko, hann það var ungu strákur sem að þegar sko við vorum með teima fólki hann úti sem var að leita af einhverjum stað til þess að byggja þessa þjónusteiningu og þar sko hittu þeir hennan dreng sem var bara í hjólastól leiðin til Talanis og mist báða fætur þegar hann stega á jarðsprengju og tók hann bara undir sína arma og senda til Bandaríkjanna og hann fekk nýja fætur og nú hann starfsmaður hjá okkur hann á þessari klínik hann í Kiev og fengi bara nýjan tilgang og nýtt líf og það eru 50 til 150.000 sögur svipaða sögur hann úti og en auðvitað sko ekki nánda næri allir sem hafa fengið sko og bara mjög lítið hlutfall sem hafa fengið einhverja lausnir í dag þannig að þarna bara gríðarlegt verkefni framöndan og þarna sér maður líka sko hvernig lönd að beita sig á mismandi vegu eins og til dæmis Norðurlöndin sem sko eru næst stærsti sko aðili þegar kemur bara beinum fjárframlögum og eftir Bandaríkjunum með horfum yfir alltaf tímabil sko Danir eru þarna mjög mikið eru sko að hjálpa hvað orku innviðina varðar og öll þessi lönd náttúrulega sjá eitthvað hlutverk fyrir sig í þegar að uppbyggingunni kemur þannig að þetta hefur verið haft persónulega bara mikil áhrif á mig alltaf þegar að fara annað niðrittir og við höfum þetta hefur líka sett hennan iðnað meira í sviðsljósið einhvern veginn bara algjörlega til og mikið verk þarna að vinna þetta algjörlega fyrir myndar og haldið áfram keep up the good work loka spurning dagsins, þetta búið að vera góð yfirferð og búin að standa það frábælega Sveinn eitt ráð til ungs fólks, við endum alltaf þessari Já, sko ég hef nú lært það gerum tíðina að sko, ég hef sett mig markmið en svo eru hlutinir gerast þeir oft svona svolítið handahófskennt ég þegar ég fyrir sínum tíma var að reyna að ákveða hvað ég vildi gera þegar ég yrði stóra þá hafði nú helst hugmyndur að vera eitthvað að reikna alltaf að fara í starffræði og vinna við eitthvað þannig, hans ég þurfti ekki að vera í miklum samskiptum við fólk, svona feimin introvert að upplægi en svo gerast hlutinir og maður finnur sinn farveg, finnur það sem gefur manni orku og ég held að fólk eigi ekki að fyrirfram ákveða allt og mikið hvað það getur og hvað það getur ekki, fólk getur gert allt og sé það á hverjum degi hvað fólk getur gert ef að einsetur sér að fara einhverja leiðir, þannig að ég hvet ungt fólk til þess að setja svolítið að vinna í það að finna sér eitthvað sem að tengi við eitthvað góðan tilgang og sem býr til jákvæða orku og að gefa sér ekki of mikið hvað það getur og hvað getur ekki. Mjög gott, Sveinn Sölvason, takk fyrir daginn og takk fyrir komuna. Takk kærlega fyrir að fá að koma.